picking stage held ég sko. Þú veist, þeir spila samt alveg vel og eiga góð moment. En ég held að þeir þurfa aðeins bara svona taka sér betur aðeins með það að gera sko. Já, með bara draft issue. Já, draft issue, basically held ég sko. Já, ég svo sem alveg sammálaði líka. Mér finnst einmitt að því að Hilmir virðist ekki vera nógu svona þægilegur á svona mörgum hetjum til að geta átt þetta last pick eða mér líður svo það verið að target bannan bara í fyrstu bannunum og sem kemur second draft phase og það bannað, þú veist, Lifestealer eða Medusa eða eitthvað sem sterku hetjum og síðan líka bannaðan í síðasta phaseinu einhvern veginn. Já, einmitt. Annars náttúrulega liður byrjaðu svolítið að spotta það sem að AHI eru góður í, þú veist, mörg liður byrja að first phase banna hennar Magnus til dæmis. Já, sem byrja mikið á offlaneinu sem á bara svona þægilegt lane og fær síðan bara sitt blink og með þetta RP alltaf og þeir náttúrulega spila vel saman sem lið, þannig að já, einmitt. Þurfa aðeins að finna út úr þessum draft pælingu sínum sko. Já, ég held það. Aðeins kannski að hrista aðeins upp í þessu sjá bara hvað gerist. Já, Bjartur náttúrulega með stórt hero-pool, þannig að þeir gætu alveg, þú veist, þeir eru vanlega að pikka hann kannski pick nummer 3 eða eitthvað, þeir gætu alveg geimt hann aðeins. Einmitt. En já, það eins og þeir hafa aðeins týnt svona, þú veist, þeir voru alltaf mjög solid draft. Já, við erum fundist aðlána svona hinga til sko. Já. En já, með óriðnakkana, þeir annars eru bara ennþá að spila svona eiginlega bara sitt hero pool, ekki búin að bæta mikið að meta hitum við sig þannig séð. Þú veist, þeir eru bara virkilega góður á sínum hittum. Já. Þú veist, eins og Túra hefur mikið spilað hann Sun King offlane, Axe og sann Cromwell mitt náttúrulega á sínar hitjur, Frægi, Pangoinn og Timberinn. En ég hef nú séð það í pubum, þeir eru svona aðeins að prófa nýjar hitjur, þannig að gæti alveg verið að komi eitthvað nýtt frá þeim núna. Annars bara já, bæði liðin eru með svona svipaðan playstíl, þú veist, fíla spila oft bara sínar hitjur, spila mjög vel saman sem lið. Algjörlega. Sérstaklega þá svona tímfallega séð og er að make einhver move og þannig. En já, leikurinn hefst bara innan skamms, við viljum að taka stutt auglýsingarhlé og sjáumst þetta smá. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt jafn mikið um mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass.
I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, velkomin tilbaka. Leikurinn er hafinn, draftið byrjað. Já, við erum komið með first pick á bæði liðin. Við erum komið með Nix, við erum komið með Skyrað, Nix á AHI og Sky á óreiðunakkana. Já, kannski verðt að taka fram, óreiðunakkarnir hérna eru first pick og AHI eru second pick. Ég giska nú að óreiðunakkarnir hafa valið sér, annarkvort hafa þeir valið sér first pick eða AHI hafi valið sér Radiant eftir hver vann cointosið. Já. En já, þetta Nix pick, first pick bara Nix á AHI. Hvað finnst þér það? Ég veit það ekki, ég hef ekki séð það mikið af Nix hjá þeim upp á síkasti sko. Þetta gæti verið Rondo, þetta er pottet Rondo. Þetta er komið classic Sad Prince Crystal Maiden hérna inn. Já. Komin í hérna hitt arkið sitt úr Fresh yfir í Sad. Já, fyrir þá sem eru out of the loop þá er Fresh Prince búinn að endurskýra sig í Sad Prince núna. Ekki búið að ganga nógu vel hjá honum í pubum á síkasti. En já, ég sé líka hérna AHI banna sjálfur Jack Hero. Það er væntanlega því að óreiðunakkarnir eru first pick og þeir vilja bara ekki gefa hann. Nei. Ég held að já, Arneus og PHDH spila hann örugglega báðir. Já. Sé líka já, PHDH er að spila núna, ekki Chaco Manjaro. Þeir eru svona, þú veist, þeir eru tveir þarna sem eru að fylla inn í þetta fjarka hlutverk hjá þeim. Mitt. Já, Omninet, ok. Jaha. Er þetta... Nú man ég ekki alveg hver spilar hann en þetta gæti örugglega verið, ég held þetta sé bara fjarki eða 5 hjá þeim. Örugglega 5 bara. Já. Líður eins og ég hafi séð Arneus og Omni áður, annars er þetta náttúrulega alveg vinsæl offlane hedja líka og getur verið eitthvað svona cheese mid hedja svo sem líka og carry. Já, mitt. En Axe, já, þarna kemur offlane-urinn. Þannig Arneus, Omni, Túra, Axe eða ekki? Jú, ég er svona, ég allan myndi giska á það eins og ég er. Allan að Túra á sem Axe. Já. En já, Fresh Prince CM, það er nú alveg svolítið síðan að maður hefur séð það fyrst mér. Já. Ég veist, hann er ekki búinn að pikka jafn mikið núna og hann gerði svona fyrst þegar þeir voru komin í sunna. Nei, mitt. En hann er náttúrulega Grandmaster CM. Vissilega. Með alvöru tásur. Það var allan gaman að sjá hann í CM-rúlinu. Darkseer. Ok, já. Darkseer, Nix, svo sem allt í lagi-legin. Ég meina, Darkseerin setur bara Ion Shell á Nixin og Nixin fyrir að gera einhverja hluti á mappinu. Já, mitt. Og hann er alltaf búið að banna þetta Largo Tusk dæmið sem að Crit er, nei, það sem að hann Clarity Addict er búinn að vera að vinna alltaf mikið með. Þetta er svona, þetta er blanda af einhverju metabönnum og síðan einhverju svona spilarabönnum. Ég sé náttúrulega Timberinn bannaður bara í first phase, það er Cromwell Timberinn. Og já, DK, ok, mér líst strax betur á þetta AHI draft heldur en hinn draftin þeirra. Já. Þeir eru komnið bara með sterk lanes, þægileg lanes líka. Þú veist, Darkseer getur eiginlega leina svona inn í hvað sem er þannig séð. Þú veist, hann fær alltaf eitthvað farm. Já, mitt. Þá spurning hvernig óreiðunakkarnir ætla að svara þessu. Já, ég fíl líka að þeir eru að spara pikki á Bjart, þess að low. Já, mitt. Sem er midspilarinn hjá AHI. Þetta er líka bara svona classic AHI safe lane á mínum að þið, DK Crystal Maiden sko. Nei, mitt. Bara í gamlu góðu taktana sko. Comfort hitjur hjá þessum báðum. Líka DK getur survivað þetta burst frá sem að hitjurna hjá óreiðunakkarnum er að bjóða upp á. Líka bara við erum ekkert að flækja alltaf mikið þetta draft sko.
Þeir eru allan konum með teamfight, þeir eru með tank, þeir eru með initiation, Já, þeir eru með, þú veist, góða spella í leininu. Og sérna eru líka með leið til að svona hönda og fá einhver kills. Elixir náttúrulega getur boðið upp á mikið af upplýsingum. Það er drá, ok. ok. Mér finnst nú DK samt alveg vera allt í lagi á móti drá að þú færð grænan armor úr innetinu. Einmitt. En drá náttúrulega á gott leginn móti Darkseer líka. Já, reyndar. Ætti ekki að vera mikið harassu í þessu leginn held ég á móti Nyx Darkseer. Nei, Er líka væntanlega með Omniin þá til að standa fyrir fram að sig. einmitt. Já, En já, bæði lið kom með svona grunninn þar sem þú þarft í drasli. Kannski vantar bara eitthvað svona reliable stun hjá rauðnökkunum en þú veist, þeir eru með teamfight, þeir eru með sustain, þeir eru með damage já, og skeila líka frekar vel með þessari drá. algjörlega. Rauðnökkunni bannaði hérna Quap út. Það er náttúrulega low classic. Náttúrulega Pango er ennþá inni ef að Ekki lengur. ekki lengur, ok. Já, taka hann út. Classic Cromwell bann. Og Pango sé nú ekki á sínu besta stað núna í metaðinu en hann spilaði nú samt í síðasta leik á móti Rím. Já, Þannig að þú veist, hann er náttúrulega virkilega góður á þessari hetju. einmitt. Banna Puck líka, ok. Sko, það sem ég man að Cromwell spila, hann spilar allavega Sniper, veit ég. Já, Bjartur líka, eða low. Já, Bjartur líka, sko. Þannig að þetta geti verið Sniper Ace. En mér líst ekki mjög vel á Sniper samt fyrir óraunhnakkan eins og eða þú veist, þá erum við drá og Sniper sem bara er eiginlega að sinna saman hlutverki. Ég heldur þeir eru eitthvað sem getur annarkvort initiatað á undan þessum axi eða eitthvað svona follow-up. Banna Shadow Fiend. Já, ok. Cromwell hefur kannski verið að spila hann eitthvað. Já. Og banna Puck. Ekki nema þetta sé bara Sky mid, ég veit það ekki, en Það getur reyndar alveg verið, svo sem. myndi nú halda ekki. Ég held þetta sé PHTH á Sky. Já. Þeir eru samt að taka sér smá tíma í þetta lastbygg. Kannski ætlu þeir í annarkvort Pangoðinu eða SF-in og eru svona óvissir um hvað þeir vilja taka hérna. En já, eins og núna AHI búinn að tikka í flest boxar sem þú þarft í draftið, þannig að mér líður eins og Bjartur geti eiginlega svolítið bara valið sér hetju, þú veist hvaða hetju sem hann vill, sko. Algjörlega. Hugsa að, þú veist, það er alveg allt í lagi örspyrutleikur Já. fyrir AHI þá. Já, þetta er þá væntanlega Sky mid Já, og Shaman fjarki. sama fjarki. Ok. Þá er kannski örspyrt, þú veist, ég held að hann eigi alveg geta að lifa af þetta leina móti Sky en það er samt óþægilegt að spila móti þessu Silensi og sem Shamanum líka er ekkert skemmtilegast í heimi þegar þú ert með tvo gæja með lockdown, sko. Nei, einmitt. Ég held líka að þú veist, Sky myndi alveg búlja Sniperinn út. Þau þurfa, þú veist, maður vill held ég helst vera einhvers svona strengþetja á móti sem Sky mitt bara svo að þú getur actually stíið fram í leininu, sko. Já, einmitt. Kannski var ég Ember allt í lagi hérna. Já, Ember væri sennilega mjög gott pick. Ég veit svo sem ekki hvort að hann sé í rostanum hjá low, en... Jú, hann spilar hann alveg, sko. Já, það? Já. Ok. En þú veist, það er sama með Örspyrt, þú veist. Það er alveg óþægilegt að spila á móti sem Silensi og síðan Shaman, en þú veist, þú þarft allavega ekki að vera jafn mikið inn þér, sko, og ert með slætið og ert með remnant, þannig að Já. þannig að það er þægilegra fyrir að koma inn og út úr fætinum heldur en Örspyrt, sko. Þeir allavega eru að taka sér dágóðan tíma í að hugsa þetta. Já.
Og hérna kemur það. Spectre, ok, Spectre. þannig að þetta er Dragonite mid. Dragonite mid, já, ok. Þetta er reyndar, ég held að ef að Spectreinn lifir þetta lane af, þá er þetta alveg virkilega góður Spectre-leikur. Já, close distance eða drá. Ég held að þetta sé mjög gott fyrir AHI sko. Já, Spectre náttúrulega svona históriklega er ógeðslega góður mótið drá. Já. Það er mjög mikið single target, þannig að Honti getur orðið mikið vesen fyrir óraunakana seinna í leiknum. Algjörlega. Og DK er náttúrulega covera svolítið early gameið sko. Já, einmitt. Ætti að geta opnað mappið, búið til space fyrir Spectre til að farma. Já, mér líst allan á tölvöld betur á þetta AHI draft heldur en draftið þeirra í síðustu leikjum sko. Já, ég er alveg sammálaður sko. Líka bara gaman að sjá, þú veist, eins og ég segi, Sad Prince á Maiden, Awesome og Spectre, það verður alveg gaman að sjá hvernig þetta lane fer hjá þeim. Já, veit ég ekki, þú veist, ég held að þeir ættu ekki að geta að spila neitt aggressív á það sko, þú veist, þó sérst með þess að sé með, þú veist, ég held að hlutverk sé með röka frekar að stoppa öll góin frá þessum Axe og Shaman. Já, einmitt. Já, Cromwell Sky, ok. Ég vissi ekki á þessu. Nei, ekki heldur sko. Og ég held þetta sé mitt þá örugglega eitthvað flexpick fyrir þá eða þú veist allan leit þannig út hvernig hófið draftu sko þegar þeir lastpicka síðan þú veist halda flexinu og opnu þá til lokinu og lastpicka fjarkan. Við erum allan með smoke hérna frá óröðun hökkunum. Já, liðir munu mæta sérna. Smokin brauta. Is it cold in here, or is it just me? Komur upp ward. Ok. Ég veit ekki hvort þeir hafi séð hann samt á AHI eða þú veist. Nei, sýnist ekki. Jú. Þeir vita af honum allavega. Þeir Hann vita er af honum. svona eitthvað að 30 seconds to dansa battle. þarna. Þeir náttúrulega hafa séð alla meðlimi AHI eða ekki, nema kannski ekki DK-inn, ég sá það ekki alveg. Nei. En þeir vilja allavega ekki lappa upp blind, þannig að það er, já, finna vortinu, ok. Samt góður ægi hjá óraunhökkunum að lappa ekki bara blind upp og það veit alveg marga sem hefðu gert það, sko. Já, klárlega. The battle begins. Ok, báðir offlunum taka smá damir sinna, spellarnir fljú út hægri vinstri en ekkert meira gerist. Það byrju? Nei. Sýndist rúnin splittast bara 2 fyrir 2 var það ekki? Nei, byrju, það er 3 fyrir 1, ok. Óreiðun hakandi fengur 3 rún. Eru með advantage-ana. Ég sá líka enga skrítna faseta. Græni fasetin á DK er mjög basic fyrir þennan mid DK. Saman allan strax pínu búlur. Byrju þeir ætla að go í first potið á Axin, allan að púli hann svolítið. Það er 10 sekundur í stönni hjá Nyx. Já. En alveg frítt fyrsta veif hérna fyrir Spectrana. Nyxin fer aftur á sitt lane. Darkseid samt á sömuleiðis, Sónar ansi mikið út hérna, er ekki ennþá komið búinn að fá að snerta creep. Nei. Já, þetta mid-matchup er helvítið legalegt held ég að því að þú veist, ég held að DK-an ætti alveg að geta svo steina bara í gegnum þetta harras frá Sky. Já. Og sömuleiðis ætti DK aldrei að ná að komast upp að Sky. Nei, þetta er náttúrulega töluvert harras. Ég held að ég muni örugglega bara að vera að treyta einhverju farmi hérna, er örugglega samt
aðeins Sky favored en Já, sennilega. DK nætti ekkert að vera í neinum miklum vandræðum hérna. Já, strax allan á topplinu dráin ansi mikið að taka fram úr hérna í lastinum og denies allan á Darkseerin sko. Já. En hann þarf svo sem bara XP á Darkseer síðan getur hann Denied. katsa upp farminu sínu setna með leiknum. Algjörlega. Bot, treyta spelum. Hann hleypur mjög hratt. Spectre tekur helviti mikið damage. Axin bara frekar heilbrigður hérna. Svona fyrstu levelin á Spectre eru alltaf svolítið erfið. Já. Frekar weak. Hún ekki alveg besti leinarinn. Sömuleiðis Omni mjög sterkur svona snemma og Nixin frekar veikur. Algjörlega. Jú, ok, poppa Karpusnu, það ekkert í búið. Arniðus heldur bara áfram að hlaupa hann en Clarity Addict gerir vel að draga creepinn fyrir offlanerin sinn. Mjög vel. Ætla samt að láta þau hittast undir turni, það frekar gríti held ég, það engin creep til að taka við. Nei, einmitt. Fær samt að hlaupa hratt. Ok. Þannig að þeir lifa þetta af. En því pressa að setja frá Arniðus hérna maður. Hann fekk ekki eitt creep sko. Shit. Og first blood bot. Þeir ná Spectre, ok. Það ekkert annað. Þetta bara frábær byrjun fyrir óriðun hérna maður. Mjög góð. Dráin bara að hækka í last hits. Gengur allt bara rosalega vel. Mid-matchupið bara mjög jafnt. Já, ég held að Drá sé búinn að missa af 3 creepum. Eða 4 kannski ef að, já. Þetta allavega líka, já. Mjög mikið harass á þessu leini maður. Hamarinn maður. Hamarinn sko. Arniðus að gera góða hluti. Já, hann klálega að gera mjög góða hluti hérna og ég veit ekki alveg samt, eða þú veist, okkur er hann, mér finnst þetta creep pool vera smá skríti hjá Rondon eða þú veist, það var náttúrulega 20 sekundur í næsta wave á creepum eða eitthvað, ég held að hann gæti ekki reynt að halda þessu þarna. Byrju CM fellur og DK er líka ógeðslega low mid. Hann deyr líka mid! Hvað er að ske hérna? Það ekkert annað. Óriðun hann heldur betur að bara hlaupa með hennan leika en að fá sér strax 2 cold línuna. Og það ekki einu sinni, þú veist, byrja að róma eitthvað á mappi. Nei, einmitt. En AHI-menn þurfa svo sem bara level, sko. Þurfa að fá levels á Darkseer og Nyx, þá eru þau góðir. Já, einmitt, þetta bara þolinmæðis vinna AH í megin. Já. Reyna að þrauka. Sáum allan að Darkseerin búinn að fá helmingi fleiri last hit heldur hann var með fyrir 2 mínútum. 2-falt meira núna með þess að sæts maður. Fleiri last hit. Já, ok, secure á topbrún. Nei, kemur Arniðus. Hann næri ekki að blokka bottomni. Ok, Shaman tekur Illurúni hérna. Vel gert sem þeir báðum supportum að mæta bara. Það eru allir bara mættir hérna á millinni. Algjörlega. Ég kom með 6 á Cromwell, 6 á DK líka. Spectre nú allan að fá... Hann alveg að fá eitthvað, sko. Já, hann alveg að fá eitthvað, sko. Sérstaklega með við hann dó, þá þetta bara allt í lagi, sko. Einmitt. Bjartur svolítið mikið harassaður út hérna. Þetta greinilega alveg erfiðar lein en ég bjóstu við fyrir DK. Hleypur hratt. Kom ekkert prokk hérna. Hann lifir. Er engin stakkar hjá AHI eða? Ekkert að gerast í triangle eða? Ég held ekki nefnilega. Ég held að það sé ekkert búið að vera. Það nefnilega...
Clarity að þetta búin að vera á flakkinu helviti náttúrulega. vond sko. Já, mjög þungt sko. En ok, fá allan að vistómið sitt. Já. Það er eitthvað. Og Darkseerin fær það. En já, ég meina, ég held einmitt eftir að hann sá hann, hann getur ekki bara púlað á móti þessum Omni, þá held ég is að under attack. þeir hefur frekar átt að snúa sér að því bara að fara að stakka, sko. Já, klálega. Og hann er living on the edge hérna á low, sko. Low er low, sko. Það er bara low alla leikinn. Það er ekkert annað. Gott, Stendur nafni. góða. Missa dönkinu. Ok, missa dönkinu en ná sem spæktir. Is under attack. Solid kill samt. Þeir hafa nú líka alveg spellanum til að drepa þess að drá þó og hann sé svona með svona mörg creep sko. Já. Þeir eru með Nyx til að komast á hana og Hantið, Dikka kaupi Blink. Þannig að ég held að það er alveg, Dire are þeir geta scanning. alveg recoverað sko. Algjörlega. Enn og aftur, þetta er heldur bara waiting game hjá AHI. Bara reyna að þrauka eins og þið geta. Já, þólum að vinna hérna. Algjörlega. Láta spektrinn farma eins fara á... Já, shit maður, hann bara getur ekki. Hann getur ekki verið á leinunni, þetta er svo mikið Nei, pressa þetta- af þessu leini, maður. En hann er samt að gera vel, hann er ekki að deyja, hann er að fá XP-ið. Algjörlega. En ég held hann, þú sko... Já, ég veit ekki. Hann þarf bara sjálfur að fara að stakka fyrir sjálfur sig sko, því að hann er ándurs ekki að fá Nei, raskat sko. Nyxinn að leita á gangi. Úst, Svona frábær pressa hérna líka frá QD. já, Segur hann að hýta sig. Radiant's bottom tower is under attack. Þeir eru að setja einhverja pressu hérna á Axinn sem er að creepskipu það. Það er erfitt fyrir Spectre að díla við þetta líka að fá creepin alltaf inn í turnin sko. algjörlega. Spektrinn er samt allan að koma í level 6. Já. En ég held að ég geta eiginlega ekkert gert neitt með það fyrir hann að allan að Nyx fær sitt 6 sko. Algjörlega. Bot, Jæja, nákvært ég þig. Ó nei, hann hleypur inn á Það lítur ekki Spectre. vel út. Nei, hann er stakkar. Double kill á túru. þetta lítur alltaf verra og verra út fyrir AHI. Dire's Já. middle tower is under attack. Tipjar Omni líka. Tipjar mid. Já, já, ég... Ú, býttu, ok. Gott þörnum Næra þess að kæta. En kemst hann út? Nyxinn kemur inn og Vilja fá bjargar. Arnius. Ok, Þetta var samt, hann lifir. þetta var, já, ámagnað. Úf, sko. Rúnið, Cromwell. Ok. Nærði á Nyx. Við erum komnir í 5k gold lead hjá rauðinhökunum. Já. Þetta er... Veitu, það er Hond. Erðu? Á topplinni þið ná drá, ok. Vel gert, vel gert. Hvað var notað á Darkseer? Var þetta bara vacuum inn í... Nei, ekkert eins og vacuum, bara Nei. Surge og Hond. Já, Og væntilega Nyxinn og eitthvað já. að stöna. Ok, þetta var virkilega gott. Þetta var allan á 1000 gull sving sko að ná henni. Þetta var allan ykkar sem þið þurftu. Reyna að koma sér aftur inn í þetta. Já. $32 næs á Drá Ranger. Já, það er rosalegt Það sko. er diabolic. Hann líka búinn að gera svo vel bara að halda veifinu sko. Já, Ekki algjörlega. aldrei að pusha því inn í hann almennilega sko. Nei, svo bara, þú veist, geggja sóning hjá rauðinhökunum, þú veist. Þessi Núna- Darkseer átti aldrei séns. Ég held einmitt það sem óriðunarkanir eða supportanir þeirra þurfa að gera núna er bara að koma upp fullt af sentrium og einhverjum vordum í kringum þess að drá og hún getur hangið á þessu toppleiri bara í 10 mínútur í viðbót sko. Þess vegna, sko. Ég held að það væri sterkast að playa hjá hann, sko. Já. Já, Opsin þarf ekkert að sína þetta sko. Radiant's Ég sé ekki bottom neitt, tower is under neitt attack. varandi network sko. Og það er ná Darkseer, Dire's top Dikkan er tower is mættur. under attack. Ok, nær í stönni, en Ekkert.
Já, byrju, Sad Prince á Það er leiðinni. aðeins að lemja frá sér, ok. Omnium deyr, Arniðisvellur. en Cromwell er komin í bakið á Sky með ógeðslega mikið mannskapnir. Byrju, hann er Á, samt byrju. helviti djúpur núna, þeir snúa sér bara við og fara á hann. Nefnilega en þeir ná honum. Þetta er svakalegt. Ok, mjög mikilvæg kill hérna fyrir AHI Sports. Mjög gott. Low-fire killið á Cromwell. Svona low, já, þess að DK og Sky er eiginlega bara saman eins og núna. Já. Þannig að þetta er gott redemption. Er regen í búið hérna að taka það bara. Og þungliður myndi fæða nokkur last hits. Nokkur crucial last hits hérna. Radiant's Já. bottom tower is under attack. Fyrsti turn leiksins fellur og instant smoke í kjölfarið. Hann Bíddu. næstu komið blink líka á Axe, sko. Hann er mjög farmaður, sko. Klara Diatek gæti spot á. Nei. Helvíti hátt network þá sem Axe. Shit, maður. Svakalegt. Spottaður á Shadow Shaman. Já, Það er vita af þeim allavega. Nixon breyka smókin, sko. Það er Dire's middle tower is under Ó. attack. finna Nixon. Fyrir hann kollaði helviti snemma en... Vá. Já, byrju. Vá, það var náttúrulega innvist þannig að... Já, bara deyra bleipmilni. Ok, færi ekki dökki allavega. Nei. En þetta var fyrsta últi hjá Nix, held ég. Já, ég held að það sé rétt í þér. En já, hann er virkilega farmaður á sem Axe og er væntanlega bara að fá blinki núna á næstu sekundum. Já. Nærði ekki samt í taka tíð til að góða í eitthvað wisdom play en Nei, reyndar. þetta er mjög gott timing, sko. Loksins komin nokkri Dire's stakkar top hérna í tower is under attack. Radiant Triangle. Dorman Curie á Nixon, hann ætlar að skeila, sko, þau vita að þetta sé þolinmæðisleikur, sko. Já, klálega. Eins og þú sagðir, hann er bara fann að stakka fyrir sjálf á sig. Radiant's middle tower is under attack. Tower. Shaman Wardar droppað mitt sem eru samt bara farmaðir, það er eiginlega ekki nógu mikil pressa þarna en Kortar aðeins meira. ok, þeir GT á sjá, Sky. já, þeir sjá Siam og Nix þarna, Já. þeir eru með sentry á Blink á Axe, Blink á Axin Axe. er nálægt Nix búinn að spot og drá. já, það er eitthvað í gangi top Radiant's bottom tower is under attack. Hvort hann gói. eiga hon, Ætla hann sé ekki reyna. Jú. Hann hóndið, hann kemur hóndið. já, þeir sprengja hann, vel spilað Vel spilað. já, þeir þurfum mitt bara, þetta er nákvæmlega sem þeir þurfa að gera, sko. Algjörlega. Ekki force einhver fæta, bara verja turnana og nýta síðan hondi í eitthvað svona. Nákvæmlega, verður sníðuð bara. En já, einmitt, þú veist, þeir eru ekki... Já, turnin er líka fallin topp, ég var ekki búinn að taka eftir því, þannig að þú veist, Já, nei. það er mjög... Vá. Dráin getur eiginlega ekkert spilað á þetta lengur núna. Nei. Ok, nota Góið. blikkið. DK-in deyr, en Axin, hann fær heal frá Arnius. Já, Omniðin bara heldur á lífi Já, já. og það er meira. Það er Sad Prince fellur. Sad Prince og Low fall á mér. Missa kolunu, en En þetta er bara... þetta er 3 fyrir engan. Mér sýnist Shaman hafa lifað þetta af og breytt sér í kjúkling. Já. Radiant's middle tower. Shit, Shaman næstu líka komið blink, sko. Þetta er... Ok, óriðnakættir eru alveg að keyra yfir þennan leik, sko. Has fallen. Sæll. Gífulega mikið damage gert þarna á Sky og Axe. Já. Þeir eiga Spectre inni, sko. Þeir eiga Spectre inni. Einn daginn kemur hann online. Vonandi í Hann þessum er leik svo- ekki næsta, en já. Hann er nú búinn að ná drá í networkið, þannig að þú veist, Já, já, já. En þetta er þetta bara... verið verra, sko. Þetta er það sem okkar maður ásum og elskar að gera bara. Farma. Radiant are scanning. Þeir eru eitthvað að leita. Sky og Shaman eru hérna, sant? Þeir eru 3. Er eitthvað að dívorta, þannig að, já, við vita af Nixonum ef hann kemur úr nálægt. Einmitt. Ég held að sjá hann líka á þessum
ops sem þeir eru með þarna. Are scanning. Já, Þeir hafa örugglega ég held síðan. að, já, ég held að sé alveg rétt hjá þér, ég held að það er spottað. Þeir bökkuðu bara og smóka í hináttina. Vita að á Nixon low. er ekki nálægt. Herðu, smoke break eða? Smoke breakast. Low labba bara hinum yfir trén. Not a care in the world. Bara trukka framjá. Já, byrju, Nixon veit af drá að hún sé að farma hérna. Þannig að Já. þeir teiknu hringi í kringum hana að Þetta er bara mission hunt drá, sko. drána í grípin. Vendetta að renna út. Já, það Are er búið. scanning. Herðu, Bíddu, low, low. Ó, byrju, hvað breykaði blinki? Hann glemdi kannski bara að íta á setu þarna og blinka. Já, sennilega. Ég held að það... Ég sá ekki hvort hann hafi tekið eitthvað damage eða eitthvað, nei. Mér síndist ekki, sko, ekki nema að hafi, þú veist, klífast af DK-últunni af þessu creepi sem var að lemja yfir á hann, sko. Dire's En bottom gæti tower þetta verið. is under attack. þetta er þá væntanlega toppturnin fallin líka, droppa bara saman vordum og Dire's Já. bottom tower is en under góð attack. pressa midd á sama tíma. Radiant's top tower is Treyta under bara attack. tier 1s. Dire's middle tower has fallen. Okay, það er, sko, þetta 5k goldlít er búið að vera Dire's bottom 5k tower núna bara is í under attack. held ég 6 Radiant's mínútur top eða eitthvað. tower Já, has fallen. basically. Ok, var reyndar hækkað núna í 6k, Spectrin, bara fyrir Radiance. Já, classic. Axon leiðin í BKB, Shaman kom með sinnblink náttúrulega, vilja örugglega að reyna að nýta hann Shaman blink Dire's eitthvað. middle tower is under Alveg attack. pottitt. Það er ekki að fara að kúka eitthvað núna. Það eru smókaðir. Finna mögulega séum. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Þeir eru með mjög gott vision óreiðnakarnir, sko, og sér þess að opsa Algjörlega. sem eru þarna á mínumappinu. Mhm. Þeir sjá einhvern veginn miklu meira en AHI menn. Já, Dire tölvöfst. are scanning. Þeir eru reynda með djúpan vordarna en að sjá drá farma, Heyrðu. actually. Nei. Þeir smóka, á Axin, mót. breykar. Allir að blinka út allt. Og ekkert gerist. Þetta var eitthvað ekta sinfóní, sko. Já, þetta var skondið. Jæja. Sýnist AHI menn bara vera að reyna að dodga eftir að smókinn þeirra brotnaði. Já, klálega. En já, draga hann að forma. Darksin er nú líka alveg að katsa frekar hratt upp, sko. Já. Hann komið Greaves, Styttist í blink. hann getur dispela silence af sér og gefur hann mikið svo stein. Það er Tormentor. Og rauðnakkarnir að gýra sig upp í þaðan. Veitu, er þetta Radiant Ward eða? Já. Já, segir Ops. Ok, ég vita af Vita þessu. af þessu. Low Ég er gáði- þarna. Rétt handa á hodnið. Ætlar hann Hvað að er stela þetta? þessu það? Ætlar hann að stela þessu það? Ég veit ekki, nei. Reyna að fá pick-offið. Veitu, Axin, Hondi komið. veitu, hvað er að gera svona? Það er allt í gangi. Ok, DK takkar helviti mikið. Hann er samt ennþá lifandi. Oh my. Hann fellur á loksins. Shamaninn lifir einhvern veginn. Osmo Já, Osmo líka fallin út og Já. hoppið þetta. Ná samt Axinum. ná axinum, það er alveg stórst, en En það er samt bara CM sem að fekk gullið. CM og Nix held ég. já. Fekk samt allan að mega killstreak, en Já, samt alveg sást að hafa mist Osmo þarna í þessu fæti. og það, já, Sjardin og Omni kominn. Það er virkilega góð Sjard. Já. Þannig að kemur annar purification eftir nokkra sekundur. Einmitt. Já, Gold Chains, ok, já, það var allan, já, betra fyrir óreiðnakarna. Já, tölvöst. Ég held einmitt AHI í þessari stöðu geti ekki alveg contesta Tormentor. Þeir hefðu mögulega getað fórnað DK til að reyna að stela honum eitthvað, en ég held einmitt þeir geta ekki nota hot til að taka eitthvað teamfight núna með Steve Spectre. Nei. Þeir eru líka bara með Bottom tower is hérna, under attack. Hann kom með relikinn. Já, mitt. Hann vantar alveg aldrei mikið upp á áður en fara Já, face to face teamfight, sko. svona þeir eru að reyna að fá einhvern veginn ómikið með við stöðuna sem þeir eru í, sko. Algjörlega. Allir kórarnir hjá óreiðnökkunum líka alveg bara mjög góðum málum. Já, ég meina, EKB og Axinum og 3 efstu networth eru allir
kórarnir í órunnokkanum. Já, nákvæmlega. Líka sýndist Darkseer ekki vera einu sinni nálægt þessu sko, hann vildi ekkert mæti í þetta sko. En ég kom með blink samt núna. Það getur verið huge. Alveg að komast í BKB. Já, alveg að komast í BKB á low. Þetta er svona leiðilegt að þú veist, ég held að í svona leik viljur örugglega fara í Mage Slayer á þessum DK. Mage Slayer, blink, BKB eða eitthvað en náttúrulega finnst hann þurfa að komast strax í BKB en Já, hann þarf væntanlega eitthvað svo stein í þessum fætum eitthvað til þess að halda sig gangandi sko. já, mitt. Nixon að leita, finnum mögulega skæin. Ég breykar smoke. Dire's top tower is under attack. En svo hvað er skæin komið með eða? Var hann ekki með Kaja Sand? Jú, komið Kaja Sands, Travels. Já, mitt, ok. Þessi maður að fara að vera mættur sko. Já. Hann það nefnilega sko. Ég held að ef að Skye Dire's og top Shaman tower is under og attack. örugglega Axe líka, ef að þeir þrír eru bara hlaupið mappi, ég held að þeir dribli hvert sem er, hvenær sem er. Já, Sko. klálega. Ok, 3 manna smoke hjá AHI-mönnum og raunhakarnir eru nálægt og eru með góðan ward hérna ef að smokin eru brotnar. Já, algjörlega. AHI-menn staðsetja sig frekar aggressíft, eru að færa sig fram á mappi. Þeir vita samt að þessu, Þeir vita af óraunhakarnir. þessu. Já, þeir vita af þessu, þeir bakka bara, Já, taka sér eitthvað gott position, sjá Skyen þetta aðeins, ok. ég veit ekki hvort að Hondi er allan uppi á Spectre. Þetta Axel, lappar inn, BKB er, Omni er deyr. Omni deyr, stórt veggur hjá Okkamanni. Axel lappar bara í gegnum allan fætir. Ekkert sem stoppar hann. Allir spellar, allir BKB notar, nei, DK og BKB, ok. En einu sem deyr er þessi Omni, ok. Áhugaður. Já, Þeir notuðu það leit samt rosalega vel út hjá Darkseer, hann náði alveg 3 í vegginn og vacuum en bara ekkert ok, follow-up. Shaman deyr líka. Já. En hann þarf að BKB fyrir það. Og já, notuðu Hond, notaði vegginn, Já, vacuum. Ég er á leiðinni í pípu líka. já. Hjálpar alveg að móta þessum Skye. Radiant sem kom inn líka. Þau kollið, já. Darkseer er farinn. Ég held nefnilega að ef óraunhakarnir halda bara áfram að gera þetta mús, sko, bara Axin og, eða bara Skye plus Axe eða Skye plus Shaman, þá drepa þér hvert sem er, sko. Alveg klálega sko. Sækja þessi pekos. Og finna hérna. Fyrir að vorta, ná að dívorta skýrningi sinn. Þá er aftur óraunhakarnir með svolítið vision advantage en að yfir AHI-menn. AHI-menn bara með 1 ops á mappinu sem að er hérna á toppluninu. Já, einmitt. Það er 5 manna 5 manna smoke smoke. og þeir skanna Spectre-inn. Axin, mun hann sjá hann að droppa orð. Sjá samt að, eða hvað? Nær hann að komast í Radiant burtu. are scanning. Já, ég held þið voru skannaður þarna af þessu skanni. Er Hilmi patti? Veitu? Nei, voru, já, finna hann. AHI-menn eru samt að þrengja aðeins núna. Algjörlega. 3 manna stönn og DK-inn fylgir eftir en það kemur repel á Shamaninn. Shamaninn er að henda úr spellunum sínum. Sem últi hérna. Það er veggur. Þetta er alltaf frá Shaman. Okkur er þetta alltaf frá Shamaninn. Halló, sko. Þetta er svakalegt. Óraunhakarnir kæta en að fæt bara Ótrúlegur. koma síðan aftur inn og væpa AHI.netgear og .heimskir. Ok, frábælega executaði fæturinn af óraunhakarnir en af hverju eru þeir að henda öllu shitinu í eitthvað Shaman Það er mjög góð spurning sko. sem að lifði bara gegnum þetta eiginlega með Tenka þetta eins og hetja bara. Rekk repel og purification og tankaði þessa tímfallspila. Já, og núna er Rós í búi. Þetta er frítt.
Já, ég veit ekki alveg hvað AHI menn þurfa að gera þetta sko, eða þú veist. Nei, veistu. Þeir ætla hann ekki fara að líta rosalega vel út. 9k gull yfir. Nei, já, Dekoin er að fara í Orchid núna en hvað ætla hann að gera með þetta Orchid? Já, góð spurning sko. Stoppa Skyin, stoppa Omni, hver veit. Já, kannski bara Orchid og Omni, það er svo sem alltaf ræði en... Omni er að gera þetta alveg mikið í þessum fætum, ég segi það ekki. Já, alveg klálega sko. Næstu ég kom með pípu hérna á Darkseerin. Axinn er nálægt, finnur hann, kollar. Órunagarnir er að connecta hann. Nær hann að sleppa. Surges hann á blink. Já, kemst út, ok. Samt góð pressa. Mjög góð pressa hjá Órunagarnum sko. Hvað er Dráin eiginlega komið með? Er hún með eitthvað gaman? Ekkert gaman, ok. Nei, Sama og alltaf. Standard. Allar í bötterið. Þeir eru sko hníf jafnir í Eyjóti sko nektarnir. Skæra. Hann ætla sér ekki að deyja. Radiant's bottom tower is under attack. Ha? Eyjóti? Eyjóti sko. Hann ætla bara ekki að deyja, kalli. Já. Hann er með. En ég held nefnilega að hann sé aldrei targetið á þessum Nyx. Jú, ég veit það ekki. Ég held að vilja frekar nota Nyx-dótið á Drá en svo sem allt er lægi, menn hann mun aldrei deyja og hann á klárlega nettur því að eyða gullunum sem í eitthvað svona sko. Radiant's bottom algjörlega. tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Botturnin fellur hérna. Já. AHI menn bara reyna að splitta mappið á meðan og hirða leifarnar sem eru í boði hérna á mappinu. Og þeir keyra bara í næsta turn. Radiant's middle tower is under attack. Það er bara gægæn fyrir senn. Radiant's middle Gægæn tower fyrir is senn. under attack. Hvað er Kloppa þjálfa orðunarkarna? Kloppi mætti til starf. Hann var að gefa það út bara seinustu viku sko. Radiant's middle tower has fallen. Fresh Prince er með blink. Sad Prince. Sad Prince, sorry. Rétt skal vera rétt sko. Við erum konur yfir í nýtt ark. Já, rétt. Já, er það kannski það sem að AHI menn þurfa er bara smá jákvæðni? Veistu, ég held að það myndi alveg fara langt fyrir þessa elsku drengi sko. Já. Smá svona positive mental attitude. Já, hvar er PMA sko? Núna er bara þunglindumundur og Sad Prince og... Þetta gengur ekki. Ég þarf að fá Gigaló hérna og Fresh Prince og Fresh Prince of Njarlem og allt þetta sko. Bring the good times back sko. Já, hægist aðeins á leik núna. Eitli sinn fyrir örgulega... Það er að renna út. Komin pípa á... Solid Eiki samt. Eiga samt. Control og pressa. Eiga 1,5 mínútu eftir samt. Vilja kannski ná síðasta tier 2-num. Já, hljá ekki. En hann mun allan að klálega ná að klára Butterfly. Bara frekar snemma Skyin á leiðin í Axe. Já. Omni líka með Gem, þannig að þeir ná að... Þeir sjá hennar Ívorta Nyx hvað mappið. sem hann er. Já. Radiant's top tower is Alveg að under vera attack. komið Manta á Spectre, hann að getur komist úr þessum Silusum og valdi meiri usla í fætum. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. En núna verður þetta kannski smá skeri ef þeir ætla að fara að kíka hægrandu sko. Þeir eru með Darkseer, Spectre og Shem. Þeir eru alveg með góða teamfight-spila sko. Já, ég get alveg defenda þetta sko. Is under attack. Radiant structures are fortified. Já, kannski málið, þeir eru ekki mennir sem með svona eitthvað ranged nuke sko. Þeir þurfa einhvern veginn að lappa að creepunum til að díla við þessi creep. Já. Það er kannski það sem er erfitt fyrir AHI, þeir eru ekki með gott svona... Það er wave bara pressa.
Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower að is under treyta- attack. Nei, ætlar að mæti í þetta. Ég meina annarkvort þurfa að fæta þetta eða fara að gera eitthvað annað. Já, Dire's einmitt. tower is under Já, já. Bjartur tekur Raxin. Dire's structures are Það sem DK er bestur í er að pússa, drepa byggingar. Nákvæmlega. Mine at last. Eiki sem náttúrulega runnin út, þannig að... Missa reyn strax og já. Það er stutt í butterflyinn hjá ánum. Já. Komum við hérna líka glimmer og séum. Já. Hvað ætlar Sivas á X, ok. Já. Það er nú gott á móti DK og þessu híli frá Darkseer og... Algjörlega. Já, hann ætlar bara í Bloodstone á... Já, hann ætlar í Bloodstone á Bjart, ok, til að fá bara þá... trústrækja á móti drá. are scanning. Ok, ég skil. Sjáum líka Nixinu með blink. Vill vantilega bara ná að koma sér í einhverja góða stöðu eða Are scanning. reyna eitthvað átlega. Já, cross-distance og svona. Komið böttur og drá. Það er stórt. Eru væntanlega bara á leiðin í Tormentor núna. Já. Vantar einhver sért hjá þeim eða? Axe keypti sinn allavega. Já, skiptist inn. Já, ok. Já, dráin fekk sjörtinn. Glacierinn mjög góður. Mjög góður. Vantar foul play á Já, mitt. shamaninn. Er það eitthvað sem að kaupir? Er það ekki bara eitthvað sem þú færður og þá Jú. sáttur annars? Ég held það sko. Ég held það. Já. Hvað er aftur Sky sjörtinn? Dire's Er það ekki middle Arcane tower bolti? is under Já, attack. Arcane bolti hérna, já. Cast 3 Arcane Bolts. Já, sko, Action og Sky er mitt alvöru value, sko. Það er vel. Uppgrættar alla spilana Alla hérna. spilana, Mystic Flare bara út allt. Ancient Seal bara. Já, þannig að Axe-sjörtinn og Scepterinn, þá ertu búin að uppgrætta alla spilana hérna. Basically. Þetta er alveg. Það er diabolical. Jæja, hvað gerist nú? Ok, Þeir vita breaka á honum. smoke á Nyx. Kemspurt, dodgar kollið, ok, og hleypur burt. Dire's Vel middle spilað hérna tower hjá is under Rondo, attack. en... Já, hann er samt Já. er svo fljótur að ná honum. Betra að hann tanki þetta heldur en Spectrin, þegar Spectrin var í Algjörlega. nágruninu. Radiant's Sad bottom Prince tower cut the is waves. under Já, attack. vel spilað. TP er út. Dráin finnst að vera nógu confident til að pússa bara Radiant's turnin hérna. bottom tower Já, is já, under algjörlega. attack. Með Omni fyrir aftan sig, Axel líka. Þetta er hent snákunum niður. Herðu, góðar inn. Ok, Omni fellur, Omni hellinga fellur. spellum sem koma út hérna. Radiant's Allur bottom Hún er að nota hotið, Dekon er að Herðu. komast út, 4 mann, nei, 3 manna vekkur. 4 manna vekkur. Dragonite fellur. Eru þið með eitthvað meira? Það er bara einhvern veginn ekki nóg, það er... Nei. Það verðist eins og vanti aðeins meira svo. Dönna skæin hérna, ok, Íondiskin brokkaður, buyback out Deko. Ok. Það er alltaf að reyna að ná okkur meira, verður að ná skæ, Já, sko. Já. Býttu. Já, býttu kollið! Og Húra! Axel fellur Ok, þeir degja bara báðir. Vá, hann tjóðlega melta hann á Axe, maður. Já, wow. Ok, þeir ná að bjarga þessu Raxi og halda þessu, kostar Deko buyback, en ég meina golf, þeir grættu helling á þessu, sko. Grætt ef við- helling á þessu. Hvað, duttuðu niður úr... Ég sá, hvað var það, 9k? Já, meira held ég. Meira? Já, Gem á jörðinni, Gem á jörðinni. Battery kappi, já, þetta er 4K swing Já, og hellinga XP, maður. ekkert smá. Gem er ennþá á jörðinni, enginn sem að sá hann, öllum drull. Já, Dire's aukaðri. courier has been killed. Er courier leiðin í þetta? Nei, þeir eru ekki eins og að senda courier á leiðin. Þeir eru ekki að nóns, ok. Þetta er alltaf bara eins og okkar maður Sad Prince segir, bara statement. Já, Láta hann leikja. hvað er rétt? Þurfum við þetta ekki. Nei, byrju, hann er ekki eins og að fara í Bloodstone, hann er bara að fara í AC. Já, Okay. það væri alveg locked in. Dráin náttúrulega lifði
síðasta fight af Shaman has fallen into the En ok, Aegis á Spectre, þetta er actually huge. Þetta býður upp á mjög miklu möguleika hjá AHI. Já, það er líka þannig séð ekki það mikið goldlít lengur eða þú veist, ok, mikið af þessu liggur kannski hjá Siem en þú veist, Já, DK er náttúrulega bæbökkaði. Hvað er Spectrum komið með núna þetta? Hann er að fara í skati. Já. Ok, hann er bara nánast komið með það. já, einmitt, ekki langt frá. Og hvað er það? Helm of Iron Will? Já, hann ætlar að fara í Nullifier, disassembla Radiance fyrir Nullifier, ok. Já. Já, náttúrulega ógeðslega gott á móti Omniinu, við sáum þarna Omniin bjargaði drá bara með því að repella hana og Já, henda sér út últíðinu, sko. Það var alveg Það stórt moment fyrir Omninet í þessu fæti þarna. hægt að nullifæja repellið og últi hjá Omni. Þetta er svolítið sad últ í dag, ekki eins og það var í gamla daga. Nei. Hvernig var Já, það? sé með BKB, ok, já. Hann ætla bara að henda sér inn í fætinn, sko. Blinkin, ult. Bara spray and pray, sko. Spray and pray, sko. Dire's top síðast komið á tower is Axel. under attack. Ég veit samt ekki alveg hvort að AHI menn ná eitthvað að pressa með henni Aegis. Þetta er kannski frekar eitthvað svona að þið fá meira space á mappinu Já, og ætlaði komast að aðeins út frekar svona. intentionið. Þú veist, smá map control og Ég held reyna. að, þú veist, klára kannski einhver stóra items, reyna að fá hennan Axe á Darkseidunum og ég held í þessar stöðum leið og Deacon myndi byrja að reyna að berja einhverja turna að hann væri bara kollaður og sprengdur, sko. já, ég held að líka. 5 manna smók hjá rauðnökkunum, er alltaf að leita. Finna er Nixon breykar samt smókinn, hann blikar út! Shit maður, ok, Rondo Djöfis, þessi er... reaction time var þetta. Eins og maðurinn sjálfur segir, what the frick, sko. Já, þetta var what the frick moment Þetta var what the frick. eins og okkar maður segir stundum. Þetta var En þarna vá. reaction time. Já, næra brjóta smókinn, sko, vel spila hjá Arnu þarna. Mjög vel, sko. Og Gold lítið minkar bara og minkar. Já, Þetta sé mjög gott hjá AHI akkurat núna bara. vindpropið er 73 en það er samt á leiðinu upp. Þetta var lukkaði helviti. Já, þetta var dálítið. Er hægt að sjá hvernig það var bara fyrir 5 mínútum eða getur þú fært músina yfir grafið þarna? Já, þetta er búið að liggja í svona 70-80%. Einmitt, ok. Alright. Þakka þér fyrir, kæri Ops. AC komið á DK, eru hverjir. Ok. Komið Skadi á Spectreinn. Þetta er alltaf að gerast. Hann ætlaði líka bara að kaupa út fyrir Nullifierinn, ég held. Já. Þeir þurfa líka bara, ég held að þeir verða að vinna næsta fæ, eða það skiptir eiginlega lengi málið núna ef Spectre á buyback eða ekki svo lengi sem hann er að koma út í spilunum sinu, sko. Og hann þarf bara að vinna þennan fæt Dire's middle tower is í under hóndinu attack. sinu, sko. Já, einmitt. Það er að sjá, 2 leikmenn með buyback. Já, Nix og Omni. Are scanning. við þau finna saman ok. Þetta er dauður sjaman. Hvað er þetta bara fyrsta killi hjá AHI í leiknum þar sem að þeir treyta ekki líki eða? Ég held það, ég man ekki eftir að þeir hafa fengið eitthvað pick-off. Jú, náttúrulega dráin, ok. Já, jú, alveg rétt. Það var 2 drákillana. Já. Radiant bottom farið, bottom reign strax þar að segja. Já, byrju, já, fokk, þeir vistu Raxar. Misti Rax á þessu killi, sko. Var þetta, já, reynstraxi, já, Já. ok. En samt vel spila hjá Óriðun okkur bara. Dire's Já, top algjörlega. tower Það er helviti dýrt shaman-kill þá eftir allt saman. Eftir allt saman. Dire's Nýta tækifæri sín svo. structures are Það er mjög gott. fortified. Já, Radiant are scanning. er Dire's verið að top leita tower og is leita. under attack. Dire's top tower has fallen. þeir fá fyrsta tier 2 turn sinn, sem sagt AHI menn. Ok. Drái líka komið BKB, það komið Octarine á Sky líka. Þeir eru búin að farma helviti mikið á sama tíma, sko, en leikurinn er hnífjafn núna í netinu, sko. Þetta er bara geggjað. Þetta er það sem við viljum. Við viljum ekki bara one-sided stomps 25 mín. Já, þetta er allan að AHI menn eru búin að breyta sér leik allan að. Algjörlega. Vist vel að þetta.
Hvað fer maður í á CM núna? Þú komið Blink og BKB. Það er góð spurning. Taka Axinn alltaf. Axinn, já. Já. Bara í eitthvað. Taka eitthvað Kaja dæmi, ég veit það ekki. Reyna að fá eitthvað meira damage út úr þessu ulti. Já. Divide, já. Það er náttúrulega, það er statement svo sem. Það er 5 manna smoke hjá óriðunhökunum, þeir er alltaf að leita. Mér líður eins og sé 2 tegundur CM-spilur. Það er, þú veist, einn kaupir Forstaff og Glimmer og Drums og svona dæmi. Og síðan Hex í late game með eitthvað, hinn kaupir bara Blink og BKB og bara reynir að 1v9 leikinn, sko. Standard CM-spilari versus hvað Viggi að spila síðan. Já, ég hef nú alveg séð þetta í pubum líka einhver CM kaupir BKB og þessi one-shotu út af Karrién Lambdan óvart einu sinni. Já. Þannig að já. Það er finnaði low. Hann á Blink, nei. Hann finnur hann næra Hexinu. Hann næra BKB. BKB tipum. Sætt og blessa. Það var eitthvað awkward fyrir PHTH að labba í gegnum þessi tríða þarna. Já, ég mitt. Það var aðeins týndur í skóginum en Annað clutch play hjá AHI að komast út úr þessu smokes. Já, fá allavega BKB út hjá honum en já, mjög gott hjá honum að hann á að sleppa, sko. Já, algjörlega. Veitu hvað Kuti, var þetta hann með Demon Edge, hann að fara í, já, bara... Já, Baby Crit. Daedalus. Let's go, Baby Crit. Það á nú með þess að nóg til að klára hann, en hann er að spilta mjög safe, eða þú veist, spara fyrir bæbakinn. Hann kemur út forst. Kemur Crimson hérna frá Darksýrunum. Það er góða. Ok, hann er að takka, hann á ennþá BKB og drá, hann er sem sagt... Sæfallinn, þetta er huge. Hann er að deyja bara af drá. Hann næri ekki tippu, það er væpað á. Nixin lifir. Já, og Nixin lifir, sko. Holy. Þessu fucking padda, sko. Þetta er svakalegt. Þetta var bara turnaround jumper, 8k gold lead. Sjá þetta damage á Sad Prince. Þetta er það sem ég er að tala Sad Prince, sko. Þetta er, sko, ég vil fá annað ark, ég vil fá Fresh Prince arki tilbaka, sko. Já, þetta er hvað, 7k gold swing þarna fyrir AHI sem eru núna komnir í 9k lead. Hvað segir Geibe núna? 33-67, ok. Ég er að segja. En núna, sko, ég byrju, þeir eru allir... Þeir eiga ekki buyback á Sky, sko. Þetta gæti alveg verið 2 rugs. Ég held að þeir vilja ekki nota buybacku sína á óraunhökunum fyrir þetta, sko. Buyback á Omni, buyback á Axinum. Eiga buyback á drá, en þú veist, það er hálf mínúti eftir, Hann bæjar á drá. Bæjar á Ax líka, það er bara 10 sekundar eftir hann bæjar. Omni fellur satt. Axin, þeir verða nákvæmlega. Omni bæjar líka, oh my god, þeir verða, já. Gott stönn frá Hörgadikt, en líka á þeir. Þeir verða að fá meira, sko. Já, Nixin fellur líka. Þeir á Nixinum. Þeir eiga báðir bæ, sko. Þeir eiga báðir bæ, sko. Þetta var mjög gott, en... Sjamaninn. Hvað er langt í blikkuð saman? Hann verður að finna hann. Glimmer. Næra típi, næri ekki að típi. Hann er ekki hólinu. Oh no. Missa. Ok. Drepa spektin, ok, Þetta var mjög gott fyrir óriðuhnökkuna samt. Þetta er samt svo dýrt, sko. Já, algjörlega. Þeir eiga allir bæ sem þeir drápu, sko, og... En ég meina þeir verða einmitt bara að pústa tilbaka á móti, sko. Já, einmitt. Það er lítið annað í stöðunni, sko. Bara go. Já, þannig að það er Ax bara á vika. Classic. Það er pressa. Buyback á BK, buyback á Nix líka, er það nóg? Já, þeir bakka. Ég ætla að reyna að taka eitthvað rapparand í baklínu. Ætla Viggi að reyna að finna á eða? Það er DD, þeir spotta DD, dráin vill sækja það. Já. Þeir eru skannaðar út, ok, já, vitaðir hafa bakkað. Bannir í pitinu. Bannir, já, ok, já. Það var bara eitthvað... Glemdu því aðeins. Já, þeir keirir og... Viggi alltaf að fleima mig fyrir að vilja ekki taka banner, en svo tekur hann ekki sjálfur, sko. Smá call-out á Vigga hérna, sko. Hörru, þau smókaði hérna á AHI.
Axinn finnur pödduna. Bjartur Svarason. Það er Eidís á dráð, þvílíkur veggur og vakkjum! Eidísinn er strax búinn og hann mun respawna inn í veggnum. Taka hann Hann er með aftur, cheese, taka en- hann aftur. Já, koma svo. Koma svo. Ha! Nú sleppi! Ha! Ertu að grínast? Drengir! Ok. Nei, ok, wow. Ég var bara að svitna í lófunum hann, sko. Ok, þetta er ná drá, en já, núna eru bæbökun síðan aðan helvíta kostnað sem ég held Dire's middle tower is under attack. að ég er með creepy basinu samt, en Radiant's middle já, tower ég veit það is ekki. under attack. Þurfum við að eitthvað bakka fyrir þetta? Dire's middle tower has fallen. þeir ætla bara að reyna að enda. Já, það ekki bara. Þeir góða bara í endi, já, já. Já, já. Bara GG go Dire's home, sko. middle barracks are under attack. AHI vilja vinna fyrsta leikisennina á tímabilinu. Dire's middle tower Axinn þarf að gera einhver magic inn að, tvekja manna call, ok. Kól, Hann er svona dreginn út, sjaman úti. bæ á skæina, rýst á skæi út. Darcy fellur en Axinn fellur líka, hann á ekki bæ. En þeir eru komnir með Spektarinn spektarina. á helst Ó! ekki hérna. Nær Bjartur er björgunum! Hann deyr á spektar. Og Bjartur deyr þá líka, náðu ekki björgunum. Wow. Þvílíkt damage sem kemur út frá skæina, þeir eru að ná að snúa þessu aftur. Vegast allt eru á hérna. Hvað er að gerast hérna? Þetta er bara fram og tilbaka. Sæll. Radiant's middle Við erum tower ekki is með under buyback á attack. Spectre. Já, Cromwell ætlar ekki að Ekki með tapa þessum buyback leik, á sko. Dragon Knight. Hann trúir ekki að... Já. Þeir þurfa svolítið að pussa, sko. Já, algjörlega. Það er engin rós. Hvernig er að koma, þeir eru ekki glyph, sko, á Radiant. Nei. Tók einhver bannerinn í þetta skipti? Radiant's middle tower Já, is under hvað er þessi banner? Bannerinn er kominn. Ok, bannerinn er kominn. Þeir eru ekki með heitursann sem að lemur turna, sko. Nei, reyndar. Dráin er samt á leiðinni. Hún er að koma. Radiant's Já, middle þetta tower verður is allan að under attack. megas, býstu við. Já. Radiant's middle Ég held það tower alveg has örugglega. fallen. Dráin tippirinn, hún er mætt. Vittu. Fresh Prince, Fresh Prince! Hættu Fresh Prince! Hættu Fresh Prince! Litla úr. Ó, fyndist að Maður. cheese á drá... Ó, það Og er ekki Fresh nóg. Prince fellur. Veggurinn Yes, aðeins, that buyback hann of Fresh bæjar, Prince. já, já, já. Þetta er alltaf að gerast hérna. En það er bara hálf mínúti Spectre. Þeir ná ekki megas. Sæll. Litla últið á Crystal Maiden Man. Við erum refresh á drá. Þetta er Radiant's middle svakalegt. barracks are Já, under þeir attack. takit það. Já, hvað? Já, Ok. Já, þeir ná megas, ok. Og núna hlaupa þeir bara út. já. Now have mega moves. Spectre Það er og spurning DK hvort eru að spónað AHI þarna. fari ekki að reyna að handa eitthvað núna, veist að Spectrein er að koma online. Já, einmitt. Það er bara svo, núna er svo erfitt fyrir að fara út úr baseinu sinu, sko. Ætti svo sem að vera í lagi þó að Nix sé ekki þar, en já. Já, já, já. Ok, 14.86 núna, þvílíkt svingmar, það er ennþá góldlit á AHI. Já. 7k gold lead. Skye er núna komið íbleit líka. Ég er hægt að fá item check kannski meðan leikurinn er svona rólegur. Axinn, sum item bara er að fara í Crimsonina, já hérna. Með bass er á Spectrein. Daedalus kominn á DK líka, hann er byrjað að gera alveg skada. Hann er farin að, já, Og hann já, er fast. Darkseid er með Lotus og Axe. Já, Bossam er komið Basser, komið með. Clarity fór bara í Dagon, Abyssal. já, Abyssal, já. Eitthvað annað hérna, já, ok, líka eigjöndiska á Arnu, sko. Já. En að halda þessum onvinnett lifandi aðeins lengur. Ok, það er bara einn nullufæði, sko, hann getur bara nullufæði einn gæja. Þannig að Það er smoke hjá órauðnökkunum eina verið enn. 5 manna smoke. það er einn maður með buyback í þessum leik og það er Darkseidin. Það er Darkseid.
finna pöttuna. Já, Hún er dög. hvað það? Now that Fá gemmin tilbaka. I find it easy to respect you. Þeir eru að íta þeim aftur inn í base. Það er DT sko, ég heldur sjá það á þessum ward. Ég er samt ekki alveg viss, en Jú, það ekki. þetta er, nei þeir sjá það ekki. Rétt svo. Ok. Vá. Já, ok. Hvernig samt, það er mjög erfitt fyrir þá samt að starta fight núna inn í baseun einhvern veginn, eða þú veist. Já. Ég held við þurfum að byrja á einhverju smóka, ná einhverjum ops-inn, finna spektruna eða DK-en eða eitthvað. Jafnvel Darkseerin er mjög gott. Sko. Já, alveg pottet sko. Ég held að það var mjög sterkt player inn að ná Darkseirinum út sko. Hann er búinn að vera að gera mjög góða hluti með vegginn. Síðastlega fæta sko. Vilja kannski líka bara halda þeim inni fyrir Rose. Loks að sjá þið DT þarna. Já. Double damage. Sjáum til. Það eru rétt tæplega 7 mínútur í tier 5 núntalinn byrjuðu þeir sjá spættan. Maður. Þetta var tæft maður. En Hilmir þekki sín mörk sko. Já, algjörlega. Það er bara að hoppa í torminn. Það er einn shard eftir og það er á set og sjáman. Maður svo, hvað gerir hann samt aftur nákvæmlega? Þetta er eitthvað foul play dæmi, ok. Það eru það fleiri kjúklingar bara. Smá. Hann getur notað item þegar hann er transformaður. Já, ég meina, ok, fínt. Smá lein, en alltaf lein. Styttist í Roshan, þannig að spurning hvort það er eini. Kaja í backpack. Kaja í backpack, sko. Hann er travels líka, sko. Já, 5 mínútur í tier 5 items. Munum við fá að sjá það. Sjáum til. Rose að spána. Orðsnakkarnir eru bara að býja eftir því og það eru 3 mínútur í viðbót í Rose. Þetta var rough. Já, þannig að vilja make eitthvað move, ég veit það ekki. Þannig að geta allavega ekkert splitta upp, sko. Þú veist, það er frekar auðvelt fyrir Ahui að spotta það bara og fara í eitthvað play með Nixonum. Ok, það er samt 5 manna smók. 5 manna smók hjá Ahui. Þeir vilja, þeir skanna. Bæðileg skanna. Finna dráinn. Þeir koma svo dráinn þegar ná chainstoneum. Dráinn fellur. Náður ekki meira. Presturinn swappar inn. Ok, 2 mikilvæg kill. Báðar þessar hitjur eiga samt buyback núna. Já. Og þær verða búnir að respawna áður en Rósin kemur, en liðin náttúrulega vita það ekki. Ég vonast til þess að Rósin væri spánaður. Hvað, þið notuðu samt náttúrulega hond í þetta. 2 mínútur ekkert hond. 2 mínútur ekkert hond. Það var allavega hvað PKB notaður á Kristján Maiden. Já, últið hans og hvað en... Já. Hann er bara alltaf komin í base, þetta fenda bara. Ég held að þú veist, þeir geta eiginlega ekkert... Því miður er þetta bara svona late rose fyrir Ahui. Þeir geta ekki capitalæsa neitt á þessu movie hjá þeim. Nei, ég held ekki. Ná ekkert að forsa buyback. Ná kannski að koma út einhverjum vordum, en mér sýnist þeir samt ekki hafa hent út einhverjum vordum á mappi, sko, sem að... Þú veist, þetta var tækifærið að ná úr góðum svona vordum í leinið og einhverjum svona sneaky vordum, sko, en... Algjörlega. Orðunhakkarnir eru með tölvöld betri vorda þarna. Þú veist, út á mappið, sko. Einmitt. Búið að vera þannig nánast alla leikina mínum að þið, sko.
Já, ég er eiginlega sammálaður. Mér líður eins og óraunhækkarnir hafa alltaf haft... Ok, þeir eru með einn obstanna Þeir eru með sem að voru að setja niður, ok. En þeir hafa yfirleitt bara verið með aðeins betra vision bara eiginlega út allan Þú, leikin, sko. Clarity að þeir finnur eitthvað á sér, sko. Er hann með... Hann er með... Er PHDH með, hérna... Er hann ekki með gemmin? Gemmin? Jú, hann er með gemmin. Já, ok. Sá hann koma. Já, heads up play þarna hjá honum. Já, það er break komið á Nixon líka, sem er... Þannig að hann hefði getað one-shotað hennan... Shadow Shaman. Já. 10 segi rós. Það snýst allt það. Þeir að fara að lappa inn í pittin, sjá hann og... sjá hann sé ekki komin og lappa út. Nei, býtu, þeir vita betur. Þeir vita betur! Eða hvað? Ok, þeir vita betur, okay, þeir vita okay, betur. okay. Jesus, sko. Radiant are scanning. Þeir eru byrjar á honum, þeir eru svona skannaður út, droppa shamanvortunum, hann öskrar. Hann öskrar, þeir vita af þessu. Hann deyr samt svo ógeðslega að þeir eru að nota samt alveg mikið að spellum í þetta. Já, ándjóks. En að há ég náttúrulega vita það ekki. Býtu, hann fer inn! Þvílíkur veggur! Og séfútið! Dráfallin, Omnifallin, Sky og Axfallin. Það er að Ultra Kill og Serprince, gefið þessum manni rampið, sko, come on. Koma svo. Gefið mínum Sad Prince. Radiant's middle Af hverju er tower Sad is Prince under að bakka? Ekki spurja mig, sko. Þetta er svona þurfti fyrir, sko. Wow! 7303. Sá líka bara hvað, sko, þessar árur hjá Darkseid gerðu mikið þessu fætt, sko. Þeir voru allir lifandi, eða þessi rétt svo lifandi, sko, þannig að... En núna... Darkseid er með Aegisinn allavega. Já, hann náði Aegisinn líka. Já, það er Aegisinn Radiant's líka. middle tower is under attack. Er þetta ekki bara... Og það, já, allar hittir í leiknum eiga buyback núna, ok. Dire's top tower is under attack. Hvað, eru við bara rétt að byrja í þessum leik, eða? Fucking kjúli, sko. God damn, sko. Mínúta í tier 5. Glindumundur... Hann fara... Akkur er action svona slow? Hvað er að gerast? Ég veit ekki. Er þetta... Veitu, hvað er Radiant's Darkseid middle tower is Shardin under aftur? attack. Search. Leave behind 150. Já, Radiant's middle ok. tower Sýtla has út að fyndi eitthvað. Já. Og gleyma þessu. Hvað, þið náðu... Swift Þeir mistu týr 4 turn á meðan. Já. Ok. Veistu því? Og... Já, byrju, þeir fórsið bæði náttúrulega hjá Omni og Axe, ok. Já. Já, ég held að við séum bara rétt að byrja í þessum leik, sko. Tier 5 items. Tier 5 items, let's go. Er einhver að fara að taka Divine Regalia? Já, Fresh Prince, pungurinn á borðið, sko. Divine Regalia. Bæði lið eru mjög konservativ með hversu langt þau fara upp á mappi núna. Vilja bæði liðin bara fá þessa itema. Já. Þannig að fara í, já, hvað er í Thresher og Spectre? Ekki, ég held það. Ok, hann hlýtur nú að taka bara Stygian. Já, ætlaði ekki. Og kannski attack speedið, Já, eða ekki? Audacious. Já, stemmir. Ok. Engin annars komið með neitt. Skyin. Vá, þetta er fyrsta skipti sem ég sé Rift, Okay. sko. Það er svo boring, sko. Þetta er, Ekkert smá. Búið til Illu. Gekkja. kostar líka 10% HP, duga bara í 20 sek. Rjú Book of the Dead kominn. Shit. Já, ok, hann tekur Tekur, hvað? Fallen Sky? Fallen Sky. Ég sé nú ekki alveg hvað þetta er út af sponsornum, en
Hvað var þetta? Auka attack range eitthvað? Cast range, ok. Já. Það er líka mjög Það er gott á Aegis og Sky, sko. Skyin, sko. Sérstaklega núna að það þarf ekki að standa inn í þessum vegg og Nei, mitt. CM-ruglið, sko. Þetta bara verið hinum inn á mappinu bara. Book of the Dead. Já, 2 Book of the Dead fyrir AHI. Nixon líka með Book of the Dead. Svo við sjáum hérna Minotaur á DK, ok. Minotaur Horn á Axin líka. Book of the Dead á Shadow Shaman. Veitu, það er reist að fæti í gangi hérna. Við finna Skyin, hann springur. Og Shaman líka döður, Omni döður. Dráin bara meltar. Sæll. What the frick, sko. Triple kill á DK. En þeir þurfa strax að tippa í base þannig að þeir eru með Megas. Instabæi á Shaman sem að Taka bara refresh hér. þarf eiginlega bara Specterinn og bara. fætin búinn ansi hratt eftir að AHI ná að kasta út öllum sínum spellum, sko. Já. Hont- Á force þetta var buybackinn á. double- Já, þetta var refresh Honti eða ekki? Jú. Já, einmitt. Og hann er með refreshið núna líka á CM, sko. Hann er tilbúinn round 2. Dire's Ja. middle tower DK hann is byrjar bara under að pússa. Og með þessi buybacks hjá Finna Shaman, hann deyr. fallinn. Wow. Ok, þeir bakka aðeins. Þeir verða bara 10 upp í að góða aftur inn. Getu disconnect, einhver að pása. Heyrðu, Strákar, halló. Stopp. Hrannar þarf að pissa, strákar, bíða aðeins. Þannig að svona bæbaktöður skiptir svo litlu máli en Nei, svo sem. við að bakka. Ég fíla alltaf að Viggi skrifar eins og hann talar alltaf í real life. Já. Bæti við auka sérhljóðum og svona. Júsek, hann er að koma. Þunglindi myndur þarna bara eins og stressaður pabbi að spyrja hvort allt sé ekki í góðu. Allt og heimskir, sko. Litla logoið, maður. Sæll. Er hægt að taka Með eitthvað. courier check? Nei, hann er komin. Já. Aðeins og stuð fyrir courier check. End mitt. Já, nú þekki ég ekki PHDH, ætli þetta sé real rage quit eða bara bæbæktur, disconnectar, kemur aftur bara til þess að end mid eða? Ég getur nú ekki sagt neitt um það, sko. Þekki hann ekki sjálfur heldur, sko. Nei, Hann er allan að go and ready. þetta, engin bæbæk í búið fyrir óröfnakarna. Nei. Hvernig ætla AHI menn að þróa sér núna? Greistum. Þeir geta allt þeir ætla sér, þessi drengir, sko. Ég ká lemur Já, 50-50. probability Það er komin ennþá niður. 50-50, það er svo galið. His middle tower has fallen. Geipin er bjarsýtt, sko. Geipin er bjarsýtt. Ég er samt að klifra upp, Is en under attack. hægt að lemja svo snákar, sko, bara Já, bara Go go eight, throne, sko. Go throne. Koma minjana fíla það að Spectrin er bara í base defense. Já, Dráin fallinn. dráin gjössulega mell. Það er prins, maður. GG. Og AHI Sport taka þennan leik, fylg Það comeback. er ekkert annað. Já, þetta var rosalegt comeback, sko. Ég bara, Svakalegu leikur, 64 mínúta leikur næstu því. Þetta Já. var svakalegt, sko. Þetta er það sem við viljum sjá, alveg leik. já, þetta var álur leikur, sko. Og Ekki bara eitthvað 25 mínúta popstám, sko. já, tímfættið bara hjá AHI var bara betra í lokin og Já, eftir að þú veist, fengu sína svona core itema þá bara, algjörlega, sko. þeir unnu held ég bara síðustu 4 fætana eitthvað í þessum leik, sko. Já. Þú veist, þeir væpa á þarna, já, 4 sinnum eða eitthvað. En þeir voru að skítappa, sko, þú veist, Óraunhækkurinn náðu að byggja upp frábært lít, en Já. náðu bara einhvern veginn ekki að, Win probability komið upp í Komast 87% inn. leiku í hafðum á tímabili og já, það rosalega vel út fyrir AHI á tímabili, sko. Óraðnakkarnir voru mjög sterkir. Byrjuðu Veit leikinn ég- rosalega vel, sko. veit eiginlega ekki hvernig þeir þróuðu svona, eða þú veist, hvernig mistu leikinn svona frá sér, sko. Nei, ekki alveg, sko. 707 last eitt á Spectrinu, maður. Já, hvað var að endaði fara. Darkseid með? Darksýrin endaði með 389. Já, heyrðu því lík comeback, maður. Þetta var bara svona hunker down og þrauka, sko. Já, þólum maður, sko. Þólinn maður, sko. Þetta er ekkert rosalega high damage leikur, samt, sko. Nei, voru Þannig. náttúrulega, það fór alveg svolítið mikill tími bara í svona í að kæta og Já, eitthvað. algjörlega.
heldur Tíma að kaupa tíma. ekkert mörg kill þannig sem með við það sem maður er vanur kannski í svona lönguleikum Nei, mitt. en vel spila hjá báðum liðum samt. Glæsilegt, sko. Viltu nefna einhvern MVP eða? Ég segi bara Sad Prince, sko. Sad Prince. Allan daginn, sko. Já, Þessi últ voru að gera góða hluti, sko. Þú verður að gera hjartað aftur, Þú sko. verður að gera hjartað aftur. Já, núna ert í mynd, sko. Já, Núna er ég mynd, já, var ekki. en já, Þessi últ voru að gera ógeðslega mikið, sko. já, hann endaði klálega að karja hennan leik, sko. Ég er Hann bara, Hann Ég er tók þetta alveg smá- vel á sig allan, sko. og spenntur að sjá næsti bönn, sko, í næsta leik. Hvað er alltaf að gera, sko? Grunar alveg að þeir vilja bara losna við hennar Sky, sko. Eða, Já, þú veist, algjörlega. Það var bara, hann var að gera svo sjötta bjart alveg niður í Algjörlega, örlíkinu. þetta laning stage á middinu var mjög erfitt, held ég, sko. Já, en ég held, við viljum taka smá auðlýsingar og síðan held ég að Bergur sé með smá kraftfulla delta fréttir. Já, alveg rétt. Nýtt Og- segment. Síðan finnum við, eða förum í leik 2 bara eftir það. Komum innan skams. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. And he's off. Wallop looking composed. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Komið sæl, nú er það sagðar kraftalegfréttir. Vinsælustu hetjur mótsins eru Lich, Underlord og Sniper sem hafa sést mikið í öllum þremur deildum. Lich hefur í sérstaklega öflugur en hann er með 61% vinnut í 18 leikjum og virðist hafa tekið við af Íslandsdrækjunum sem uppáhalds support hetja kraftadeildarinnar. Hetjurnar með slökustu frammistöðuna hingað til eru Viper, Snapfire og Gyro sem hafa allar staðið sig frekar illa þrátt fyrir að vera mjög dominant í litlu kraftadeild 2 í haust. Razor virðist hins vegar vera hetja mótsins hingað til en hann hefur verið bannar eða pikkaður í 90% leika og hefur unnið 8 af 10 leikjum sem hann var spilaður í. Nú Largo sem er nýjasta hetjan í Dota hefur verið pikkað nokkru sinnum en það Rím sem eru hrifnastir á froskinum og hafa pikkað hann 4 sinnum hingað til. Til að fara aðeins yfir deildirnar þá í fyrstu deild tróna TSR á topnum með 5 sigra og 1 tap en þeir mæta heitirinn í móti eftir að hafa sigrað litlu kraftadeild 2 í haust. TSR fengu þjálfarann sinn Brumma inn sem millin sem virðist hafa styrt liðið talsvert með þessa sterku byrjun. Á eftir þeim koma Rím og hlutverksætur með 4 og 3 sigra hvor en AHI Netgear og Óreiðnakkan eru neðst í riðlinum með einungis 1 sigur á AHI sem við sjáum rétt á hann en Óreiðnakkar eiga sinns að jafna núna eftir hlýja. Önnur deild hins vegar er talsvert jafnari þar sem að engin lið eru sigralaus og efstu 4 liðin eru öll með 4 stig en Blood Boys og Prjónaskóla Ömmu eru með 4 sigra og 2 töp og Gröfukallarnir og Dalabið eru jafnir með 4 sigra og 4 töp hver. TT eru aðeins eftir á með 3 sigra en Snorra Dörgarnir hafa ekki náð sínum takti í mótinu ennþá og unnu sinn fyrsta sigur gegn PÖ í 4. umferð. Nú það er erfitt að segja hvað lið er sigurstranglegast í annar deild
En liðið sem klára aðra deild með flesta sigra mun vinna sér inn sæti í Íslandsmeistarmótinu sem verður spilað í beinu framhaldi á kraftadeildinni í apríl. Einnig mun neðsta liðið detta niður deild og þar af leiðandi skiptir hver viðureign miklu áli. En það sama gildur hinaldeildirnar þar sem að liðin spila það annarkvort að halda sér inni eða fara upp á næsta styrkleikastig. Nú í þriðju deild tím Hnullungar sigursælast og hafa bara tapað einum leik af 6. Boyfriends og Casual Business koma þar á eftir með 4 og 3 sigra og þar á eftir Germ og Leftovers sem báðir hafa unnið 2 leiki og tapað 4. Ordinary Days hafa átt erfiðustu byrjun og eiga eftir að tryggja sér sinn fyrsta sigur. Þetta var helstu kraftalegfréttir eftir 4. umferð. Þakka ykkur fyrir árið og ekki fyrir langt því að annar leikur í seríu AHÍ gegn Óreiðunhaukunum rétt handa á handið. Já, velkomin tilbaka í leik 2 hjá AHÍ gegn Óreiðunhaukunum. Draftið komið í gang bara. Sjáum hérna að liðin eru að drafta aðeins í sinni síðasta leik. Já, aðeins. Komið Skyban, komið Omniban. Einmitt. En vil ég ekki lenda í því aftur. Annars bara mjög svipuð bönn hjá Óreiðunhaukunum, taka út Largo, Viper, Tusk. Já, Banna Phoenix, Classic Phoenix. Núna held ég að Óreiðunhaukarnir annarkvort völdu sér Radiant eða AHÍ völdu sér second pick. Já. En þeir allan að swappa sides. Og já, Lich Weaver, ertu með einhver einsýnin inn í þetta hjá AHÍ? Þetta hlýtur að vera Fresh Prince. Þetta er Sad Prince, sko. Sad Prince. Ég held að þetta sé Sad Prince, Lich, Weaverinn. Þetta sé ekki Clarity Addict, held ég. Finnst það líklegt. Já, ég hef nú ekki séð Hilmi allan að spila Weaver. Nei, ekki. En ég myndi búast við fjarka Weaver hérna. Já, ég ger eiginlega ráð fyrir því. Komið Night Stalker hérna hjá Óreiðunhaukunum. Já, Óreiðunhaukunum fór ég alltaf átt eiginlega hérna með Shadow Demon, Shadow Shaman opnun. Fíla skuggana. Já, skuggasveinarnir. Og sér Night Stalker líka, sko. Þeir eru með eitthvað svona... Það er dark thema, sko. Já, dark thema, sko. Þeir eru Underlord. Ok, hann ætti nú að eiga frekar... Þú veist, hann getur eiginlega alltaf átt allt í lagi leginn. Já, algjörlega. Mjög góður og són. Í versta núkar hann bara veifið. Nákvæmlega. Og hann er líka, þú veist, getur alveg tekið stakka á eitthvað. Algjörlega. Fun fact líka, þetta er uppáhaldsheitinn hans Vigga. Elskar heiti sem gera hringi. Já, búið að hringi, gaman. Heyrðu það fyrst hér. En já, þeir eru allan með skárri fjarka líka núna fyrir hann, sko. Eða, þú veist, Weaver getur nú sett aðeins meira pressu en Nyx. Já, þessi fyrstu level, sko. Allavega svona fyrstu mínúturnar, kannski. Já. Það er líka alveg erfiðar að svara. Þú veist, erfiðar að pikka eitthvað inn í Underlord. Þú veist, Ursa er alveg fín og svona, en þú veist, Underlord ásamt alveg allt í lagi líka því að, þú veist, ef hann er að setja Firestorm á veifi, Ursa vill ekki standa inn í því og þú getur bara keypt þér boots og windlays á Underlord. Já, algjörlega. En já, AHÍ er að hugsa hérna næsta pick. Þeir eru annarkvort vantilega að sína Karja middin hérna. Ég myndi vilja að myndi sína Karja held ég, sko.
Radiant Já, team pick. sammála því. Já, Aftur ok, DK, kannski ok. mögulega. Já, ok, þeir flexa þessu þá. Annarkvort mitt eða safe. Já, Það er líka já, ég fíla þetta. Þetta er, þú veist, maður veit ekki alveg hvað maður á að pikka núna. Eða, þú veist, það er erfiðar að pikka núna því þú veist ekki hver er mitt og hver er Nei, carryinn, sko. mitt. Og svo 10 líka bara, þú seconds veist, remaining. báðir spila þessi hetjur rosalega vel. 5 Þannig að- seconds remaining. Já, ég hafði nú ekki séð Bjart spila Nei. þennan DK áður, sko, en hann, þú veist, recoveraði mjög vel úr leininu og, Algjörlega. þú veist, varð orðið mjög mikið presence þannig í leitgeimur, sko, og, þú veist, þetta er líka secure bara, þessi hitta bara tikkar í svo mörg svona einföld box, þú veist, þú ert með stun, þú getur keypt blink og þú getur dreipið turna og þú getur verið tanki og Já, já, þú getur gert damage. algjörlega. Tikka bara í eiginlega allt sem þú þarft í draftuna, þú veist, núna eru komin með líka, þú veist, þeir eru með Orabot, þeir eru með alltaf lagi teamfight, Mhm. geta pusha waves, splitta waves. Radiant team back. Ok, Pango. Cromwell Pango. Ok. Ég hef ekki séð mikið af Pango í þessum patch og þegar ég hef séð hann þá hefur hann verið algjörlega hræðilegur, sko. Já. Þannig ég er mjög spenntur að sjá Cromwell spila hann, sko, þegar hann, En þetta er comfort. Hann er- Cromwell, 10 seconds já, remaining. hann er algjör snillingur á Pango, sko. Dire team back. Það er spurning hvernig þetta fer. Banna Queen aftur. Já, vil ekki, Fá Bjart á Queen. Radiant vil ekki bara team Queen, back. svolítið góð á móti Já. þessum Pango, sko. Algjörlega. Banna Úrsu. Já, ég veit ekki, banna er ekki bara aftur Úrsu og Drá, þú veist, ég held að þetta er kannski svona erfiðustu leinin fyrir Underlord, en Já, einmitt. segðu þess að hann getur alveg spilað mútið öllu, Klinks er líka alveg fín. 10 seconds Er Kuti remaining. Ursa spilari, veistu það? Já, hann er mikill Úrsa-spilari, sko. Hann er mikill Úrsa. Spilar á 5 Lúnu, seconds Drá, remaining. Já, ok. þannig já, ég held, þú veist, Úrsa-banni er klálega alveg gott fyrst þeir Dire tókuð team ekki Úrsuna back. þarna. Já, banna einn Vóker. Já, einmitt. Já, Bjartur er nú alveg góður invókur, sko. Já, skildi alveg, banna með Dús líka. Ok. einmitt. Já, Úrsa-banni líka svolítið gott. Firestormin gerir lítið sem ekkert á móti henni og Nei. hún er bara eitthvað svona reynst á móti Underlord. Það er gott. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Sjá nú til. Dire team pick. Gyro Kotter. Gyro. Já, einmitt. Kuti er líka, þetta er alveg klassísk á Kuti líka, sko. Hann hefur spilað hennan alls oft, sko. Ok. Og, þú veist, fyrir þá held ég að þetta sé bara svona freka þægileg hetja, þú veist, þeir eru vanir að spila í kringum hann. Þeir, 10 þú veist, seconds remaining. búa alveg til stakkar, skilur þeir býja eftir gyro timing, spila í kringum hann, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég sé að spila gyro og Pango saman, sko. Já. Þetta Þannig að- sé bara svona Battle of the Comforts dæmi. Já, þú veist, óreifnakandi líka, þú veist, þetta er alveg svona klassískt draft hjá þeim líka, þú veist, Nightsolkerinn er, finnst mér smá svona nýtt, en þú veist, klárlega getur alveg tekið yfir leikjum, sko, en já, ég veit ekki alveg hvað, það er samt alveg hægt að refsa svona Nightsolker í leini, sko. Death Prophet. Já, ok, DK Carry Ég held það, DP já. mid, já. Alveg klálega. Já. Já, ok, Death Prophet móti Pango, já, það er nú alveg, ég held að það sé ansi rough fyrir Pangoinn, sko. Já, þetta er 5 kannski svona, seconds remaining. það verður allan aðeins þægilega fyrir Lóa að taka þetta millin, held ég. Já, sko, Pango er allan með náttúrulega svarsbökklið og okkur til að koma spurt, en þú veist, þetta er samt alveg, þetta er mjög DP favored, sko. Já, ekki að mikið harass og Nei, sjá til. Ég held að þetta sé ekki kannski að fara að vera bara parked á bus hjá AHI í þetta skipti. Nei, mitt DP líka, þú veist, hann er eiginlega alveg sama um þetta pók frá Pango í leinu, þú veist, hún bara hílar upp hvað sem er með hérna, Siphon Sigurinn aðeins. Einmitt. Getur alltaf svo í creepin líka og þú veist, ætti að vera frekar healthy hérna. En já, sko, DK móti Nightstalker, ok. Já, það vilja frekar fá betra mid-matchup heldur en að refsa þessum Nightstalker eitthvað. Já. Almennilega. Ég held líka að DK alltaf lega móti Nightstalker, skiptir ekkert það miklu máli. Nei. Grættir ekki á Asumo og... Já, líka með Lich-skjöldin okkur til að hjálpa sér. Já, einmitt, flott. 16-0-20. Æjæjæj.
Babalier, sko. En já, þessi Víver fjarki, sko, ég er hrifinn af þessu, sko. Þetta er, ef þú nærðu að byggja upp eitthvað, þú veist, þetta er kannski ekkert frábær svo sem með Underlord ef þú vilt vera að fá kills og eitthvað, en ég held þess að gæti alveg kannski verið að róta þetta fengi kill með Death Prophet eða fara í gegnum gate, skilur set pressure á Nightstalker. Já. FH segir Clarity Addict. Við skoðum faceterna, það er ekkert skrítið hérna. Nei, ekki þannig. Bara venjulegi facetar, aftur vordar Shamaninn og er spottaður. Þeir voru hraðir núna, þeir komnir upp en það er XP í boði. Hitti bara 2 samt, hann fær ekki það mikið XP. Já, samt 25. Já, alltaf læg. Sko. Alltaf læg. Ætlar að rössa örnið þarna á Víver, sá ég, með starting items. Já. 30 seconds to battle. Þannig að það er bara býtt að 2 rúnum og kalla það gott. Já, mér sýnist að liðin bara skipta sér í 20 hérna. Bæði lið líka eru með bara svona frekar lala, eitthvað first blood, mögulega kannski aðalega eitthvað shackles inn í inn í gyro spölana. Svona líklega allana. The battle begins. En já, rúnin skiptast bara í 2. Og við byrjum á nótt í leik 2. Já. Já, Shaman byrja bara með boots, ætlar að blokka við hérna og reyna að setja strax pressu á DK-ina að þurfa að tanka creepin level 1. Hann samt hleypur á móti á Awesome og ætlar að blokka líka. Mjög gott play hjá honum. Já, vel gerst. Og nær blokkinu sýnist mér, já, vel spila hjá Hilmi. Dire's middle tower is under attack. Það er ekki mjög spicy lane, fyrst mér þetta er bara eitthvað gyro carry, DK carry. Já. Skalaði mitti sem er svona eitthvað gaman. Já. Nei, segir hann. Já, ég held Adam er sko komið fleiri lastir núna en hann var með í síðasta leik á 5 mínútum. Á fyrsta veifinu, sko. Þannig að það er bóða gott. Sko. Svona, 2 veif, 8 lastir. Frábærlega að spila hjá Adam, sko. Hvílík komba. Talaði með. Það er búið að sökka einu manni. Ok. Leiðilega leinið var skemmtilegt og þeir drepa Shadow Shaman. Sad Prince. First blood, let's go. Já, Sad Prince langar í þetta 2-0, sko. Já, setti bara Sad Prince í carry, sko. Sjá hvað gerist. Mitt, hann er með hérna passífi á Pango. Tók ekki sín kannski. Já. Nú veit ég ekki alveg af hverju. Nei. Herðu. Klarðu þig, hleypu burt. Eitthvað gott harass hérna. Það er líka, sko, það er sentri hérna sem að Shadow Shaman setti niður. Og næri ekki einu svona sjá option, sko. Új, hann er rétt fyrir utan að grínast. Það var ekki sáttur þegar hann horfði á replayið, sko. Nei. Dire's top tower is under attack. Topp aftur, treyta einhverju spellum en ekkert meira gerist. Ok, næra að púla creepin actually, þetta er bara fínt. Já, þetta mid-matchup ætti nú bara að verða alltaf erfiðara fyrir Pangoinn, sko, eftir því sem að levelinn stakkast upp hérna. Arnus, hann er með pöttu á sér, hann þarf að losa sig við hann, eða? Já, einmitt. Kútið þetta aldrei bara.
Já, Dálítið brave. komin mikil pressa hérna á millinni. Aftur, topp, Jæja. sjamaninn. Fresh press nærunum. Snúið sér á næstorkurinn. Þetta er beil Ú, bíddu, þetta er bíddu, beil bíddu, á Asmo. Út með þið. Túri langar meira, hann á samt ekki manna sko. Hann nær honum ekki, vá. Radiant's current Og, Er þetta býttu, Er þetta no way. mana á Asmo? Oh no. Oj! Sæð prins nær honum. Ok, þeir, já, vel spila hérna hjá Ahui. Eru að Mjög vel spila sko. ná að spila smá aggressífina og mid, Þetta er allan allt öðruvísi starting mínútur hjá AHV núna. já, hann er döður að panga úr. Mér þykir það líklegt. Vel spila hjá Bjart. Já, mjög vel. Þeir vilja fá Asmo. Ég held svo sko að Sæð prins er örugglega meira value kill sko, hann er á killstreaki. Já, nákvæmlega. Vilja ekki high five hann. Hjálpar ekkert með Sad Prince arkið sko. Bot er eitthvað að gerast. Wow. Aron Er er að dæfa, spenntur. hann lendir aftur í rútunum satt. Ó nei. Og við finnum Adam er samt taka gali mikið damage hérna. Wow, litla meldið. Víver deyr. Víver deyr. Hann, já, tekka niður á örnunum að á Gyro. Og hinn þunglundin yfir. Topp aftur eitthvað, nei, má ekki. Level 2 á kúinni hjá Leeds. Er svakalegt. Já, komið 6 hérna á DP líka, segi ég. Já. Og núna eru komin konur yfir í dag. dagur, sko, þetta er ennþá erfiðar núna fyrir næstfólkurinn eða. Einmitt. Samt enginn þannig sé í möddunu og DK-an er eiginlega læstur í lastitum, sko, hann er búinn að fórna svolítið mikið af creepum fyrir harass og Já, einmitt. drepa. Mitt, Þeirra- Sæð prins mættur. Vilja drepa Cromwell á hann, hann tekka 6 og þeir ná því. Já. Þetta var samt. Það þarf að draga aggro á turninum, draga aggro, Fresh Prince, já, vel gert. Vel gert. Náður honum. Ætlaðir að reyna. Nei, Ég hefði farið í hann, sko. Ég hefði allan daginn farið í hann, sko. Það vita það svo sem allir annar minn. Já, Radiant's Gali að fara structures ekki í are hann, sko. fortified. Nei, kemur ekki. Geðveikt. En það er ekki nóg. Hann Pöddur hitt og ekki, cooldown. held Radiant's ég, middle tower is blokkinu under þitt. attack. Pöddur og cooldown. Já. Cromwell, ok, tekka 6 hérna. Secure bot Ó, rune. það er rúnin líka. Já, fær heist í þótt. Unlucky fyrir Cromwell hérna. Frekar. Þeir vilja góðu. Sad Prince mættu bot. Já, Eða hvað? Cromwell á leiðinni líka. já, Cromwell ætla bara að reyna að make eitthvað move. Býtu, Lichen er að tipja burt, sko. Hann er eitthvað vistum rún fætt ykkur. Hann er aðeins svo segn í vistumi. Já, en Býtu, hann ætlar að reyna á Legionum allavega. Ætlar að reyna á móti á árinu. Nei. Næstólkurinn er það, er ekki tipp inn eða það kemur Þarna kemur geitið. geitið. En engin ringur. Þarna Ok, þeir ná vistuminu, já. Og drippa næstólkurinn líka. Já. Vel spila hjá Ahui hérna. Mjög vel gert. Fá bæði wisdominn. Já. Mjög vel execute move hérna. Það er góðað á Gyroin. Radiant's top Hann tower sleppur. is under attack. Ok. Arnu stoppar þetta. Það er svo sem ekkert það mikið fyrir hann setjum hann að purja sittna meir í leiknum nema náttúrulega lit skjöldin. Já. En annars er ekki mikið meira. Býtu, Er þetta Fangar mættur. Sad Prince. Top tower Sad Prince. Sad Prince. Sad Prince Prince fellur, fellur. ok. Killing spree. Farið. Cromwell nær ekki öðru stöðnu. Þeir nær aðeins að hjálpa liðinu sinni hérna, en turnin er fallinn og Túra er virkilega lóg hérna. Vífurinn vill. Hann
ætlar að leita. Valda mér í usla pötturnar. Þetta munaði svo litlu. Já, tæft, góð tilraun. Þetta er fallið törn allavega. Radiant's middle tower is under attack. Já, DK náði turnunum og undan DP, sko, kemur smá óvart. Já, Veitu, allar hennar góðan. Þetta getur samt verið mjög hættulegt. TP kom inn á Lich. Þeir þurfa. Nei, það má ekki stunnan, eða change stunnan. Já, Það er fallin Shadow Shaman. næstu blessaður. Herðu, þunglindur Veitu, myndi ok, deyr. drepa þunglindumund, já. Radiant's middle tower. Þetta er klassíska, hörru, DP stompaði leginu sitt, fyrir maður gangan hérna. Ég er samt alveg ánægður að sjá eins og með topp hérna hjá Dragon Knight að Hilmir er mikið með kvart yfir því að hans turn væri alltaf fyrstu til að falla. Já, einmitt, núna er AHI búin að ná 2 turnum. Já, En já, þeir þurfa svolítið að þeir geta ekki fæta DP-hana núna, sko. Þeir þurfa bara að ignora hana í smá stund. já. Sad Prince fellur, Það er Púti er ógeðslega low. Hann er að reyna að kæta en hann Vá. fellur. Ná, sjáum við líka Pangoinn, kemur svona brunandi inn. Þetta fall. Nær hann, Radiant's middle tower is under Og núna er hann, held ég bara, Ah, fallin líka. nei. Þetta er mekkið maður. Og Mekki híla Víver bara Þetta var bara meira en helming hápi. Já, satt maður. Og ætla í næsta turn er að dæfa næsta Já, turn. já. Hann á út. Þeir eru að leita fjóruða. En það er mjög Ég er sætt fjóra. og þarf að nota últið til að flýja þetta. Haddan hittir. Ekki últa, ekki últa, ekki últa, ekki últa. Radiant's bottom tower. Það er svona. Djöfisins movement speed er Death Prophet með maður. Já, meira þess að eftir að þetta var tekið af últinu sett á innetið, sko. Þannig að þú veist, movement speedið hans hækkar og hækkar. Radiant's bottom tower is Ok, allir tier 1 turnarnir fallir hérna á 10 mínútum hjá orðundakanum. Já, 6k gold lead hjá AHI. Já, þeir eru sko með meira goldlít en orðundakanum voru með í síðasta leik á sama tíma. Allir kórarnir hjá AHI bara í mjög góðum málum. Já, Sad Prince fekk high five. pöttur, veitu, Herðu, ult á Nightstalker. Let's go. sænast að Náðir. Víverinn. Vá, náður Víverinn. Þeir ná ekki eins og Víver, það verður að grínast. Klötsið hjá honum Sad Prince maður. Arneus fellur, Túra Já, fellur. vá hvað þetta er dýrkeypt maður. Ekkert smá. Já, þetta er nefnilega mál með Nightstalker að þú fær ekki gott lane, sko, þá ertu, það er svo erfitt að vera eftir á þessari hitti, sko. Já. Topp er Hilmir bara að drepa Kúti. Hvað er með ringin, drengur? Hvað er með Þunglindur ringin? Ringurinn eftir 1 sekundu. Ringurinn eftir 1 sekundu? Já, já, blink á DP. Já, ég þurfti þess ekki. Shit, maður. Já, þeir eru svo sannlega að taka yfir þennan leik. Já, Þeir klálega. heimsku menn. Sér heimsku, menn. Þetta er, já, aðeins meira tempo allavega. Pangoinn, TP að burt. Já, 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 hann er klár. Hann slepp. gott TP. Hann er bara leiðin í klassiska bildi fyrir diffu hérna á Pango. Já. Það er bara beitt í Crimson. Já, er hann fyrir Crimson á Underlord? Já, hann er fyrir Crimson Underlord, armleft á Ok. DK. Já. Hann vil spila frekar aktív, það er Já, náttúrulega, við verðum með. ég er þessi 2 bildi búið, þú getur farið í eitthvað, farið í mjölnin og svona, eða einmitt farið í þetta. Einmitt. Sjá þessa mynd af mannunum hann að játnum. Myndalegum að þarna líka. Já, maður, sjá er hann middle tower bíceps. is under attack. En eini sanni, sko. Hann virðist nú ekkert vera mjög sad á þessari mynd. Nei, nákvæmlega. Kokki og sexy. Ég held að það fyrir bara að hætta með þetta sad dark sitt. Cromwell Sleppa Cromwell. Hann er þarf að últa. Hann á ekki TP samt til að berga sig núna. Hann er með pöttu ennþá á sér, sko. Hann Þeir getur eru að ekkert lamið mæta hann. þarna. Maður er með hringina og... Finna Pangoinn, ok. Hann verður allavega ekki 40-0-50 eins og í síðasta leik á Pango. Nei, ég... Farin að ég var stað því miður. Já, þessi DP náða heldur betur að sjötta niður, sko. Dire's middle tower is under Það er attack. líka svo erfitt, þú veist, þeir eru ekki með
hetjur sem að splittpussa núna hjá óriðunokkunum, það er erfitt fyrir liður að vera eftir á. Þetta er svona, Já, Pango er allt í lagi í því, en þú veist, það verður ekki þægilegt fyrir þú að koma blink til dæmis á Pango að þú veist, actually vera að splitta og kötta veifinn. nei, mitt. Ok, næsta hrút er að góa Osamo, Ok. hann lappa svo gegnum creepin sko, hann er á Hann er að okkur mæta. stað, Já. Úff, þeir eru bara alltaf vel staðsettir á Já. AHI. Já, litsulti bara, já, fuck it maður, hendur svo. Það var mjög mikið fuck it litsult í. Ernir, segðu það. Radiant's bottom Þetta er allan tower ekki, is under attack. sko ef leikurinn var alveg svipaður síðasti leikur sko, óriðunokkur gætu alveg theoretically comebacka þetta. Já, við munum allan aldrei útiloka það. Það er bara miklu erfiðar held ég þú ert með, þú veist, hetju eins og Nightstalker frekar en Darkseer, skilur, Já. í þessari stöðu, en Já, algjörlega. En við útilokum ekki neitt. maður, AHI eru nefnilega alveg prós í að þróa líka, sko. já, það er rétt, sko. Gyroinn er að fara í Dire are Yasha, scanning. actually. Já, Hann er ekki að fara í þetta Baby Crit Axe dæmi. það er með fingar. Root stoppar ekki Twin Gate, sko. Nei. Ég veit ekki ennþá hvort að það sé feature eða bug, sko. En mér líður þessu bara ekkert stoppið það, sko. Nei, nákvæmlega. Við segjum þessi bug, sko. Já, þetta er allan að, mér finnst þetta að vera skrítið feature allan að þú getur bara geitað í gegnum root og eitthvað svona. Já, samanlega. Gaman líka að Shaman er að farma kappinn og Pangoinn labbi bara framhjá, sko. Leiði honum að farma þetta. Kannski að meta support life. Not fun, sko. Góður vort hérna Nei. og já. Vertu blessaður. Verstu blessaður. Singar hægrandi en þeir, vortin er ekki þar. Nei, Hann er þarna aðeins niðar. aðeins neðar. Góður vort hérna frá Sad Prince. Já, mjög svo. Það er alltaf það sem hann er að reyna að segja manni. Shaman dead. Rest in peace. Hann var að fara í júl, sá hann allan á Deathbrood. Hvað er með núna? Er hann að fara í Axe bara eða eitthvað? Ég var komið í Jónsson á leiðinni í BKB. Já, það er líka bara gott, sko. Ég held að Radiant's middle þú þurfur ekkert að rusha inn Axe, sko. Nei, sennilega ekki. Ekki þegar staðan er svona, sko. Bara, Radiant's middle tower has fallen. þú veist, góða við þessa hetju er að þú getur farið í svo mörg mismöndi bild, sko. Mjög situational, sko. Og núna eru allir, sko, það er 16. mínúta og allir tier 2 turnar eru fallir hjá óriðunokkunum, sko. Það er svakalegt, sko. Þetta er pressa. Tippa á Osamo. Ég er að reyna að finna Underlord. Það er enginn hjá Underlord, lits á leiðinni. Good try, little bro. Can't kill the dead. Það er komin smá svona, smá umf í AHI. What the frick? Sko! Wow. Radiant's bottom tower is under attack. Annar er bara hægt, við erum búin að taka þessa heyrnartólin. Já, smá vesen, afsakið þetta. Are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. Við erum í 12k gold, lít á 17. mínútu. Já, 3 kills moti 4. líkt komin á litsin hérna. Já, Jesus maður. Godlike og low. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's turninn bottom botfarinn. tower has fallen. Já, Radiant's courier has been killed. þetta er sannlega einn af leikjum allra tíma. Já. Cromwell, hverju hann stóð líka með. Það er ekkert að ganga hérna fyrir óriðunakkana, sko. Nei, Miður. þetta er smá clusterfuck, sko.
En þetta staðan sem að AHI menn panika í, sko. Turnadauðir geta, ef þú veist, vilja ekki fara í rós alveg strax. Nei, fara, þú veist, þeim líður vel, fara að BMa, fara að þróa, svona classic, sjá hvað gerist. Ég held að mér, þú veist, óraunhækjum þurfa bara eitthvað að reyna að gefa þessum Gyro smá farm. Það er Pango er í vesenni. Kemst út, fær út. Já, vá maður, saman bara. Ok. Hann ná Kemst Cromwell út. ekki TP, sko. Hann TP-ði, já þau cancelu TP-un hans með, ok. Hann er að fela sig samt. Já, Nær að fela sig, ok. Já. Hann þarf að bíða ansi lengi eftir TP-inu sinu, reynir kannski að kötta bara næsta veifu eða eitthvað, ég veit það ekki, en Cromwell, Master of Disguise. kannski er bara staðinn upp frá lyklaborðinu sinu, hann er bara að bíða þarna, fór að fá sér að drekka bara með hann. Nei, það er líf í kallinum. Já. Hann fer og kötta veifið hérna. Nei, hann köttar ekki veifið, ok. Það er að passa sér, Deathport er hérna bara hinum með við tríið. Ok. Vá maður. Þetta er þæft. Þarna er samt líka Underlordi líka bara. Underlordin, sko. Þetta er samt svo slæmt, sko. Hann er ekki búinn að lemja creep bara í 2 mínútur, sko. Nei, mitt. Þetta er svakalegt stelmi sem er á Cromwell samt. Hver er staðan samt á Gyro? Hann er nú alveg að fá eitthvað, sko. Já. Já, síðan sinn, en... Ég veit ekki alveg okkur hann er að fara í það mann, eða hann að jassa, sko, hann fór bara í casual jassa, hann er ekki að fara í mannaði. Nei, fer svo yfir í Axin. Fór líka í Dragolans þarna og okkur, ég held að þetta múið væri bara, þú veist, sumi fari í Falcon Blade, síðan bara Crystallis, Axe, eitthvað. Síðan máttu svolítið kaupa það svo vel, sko, Daedalus eða Dragolans eða eitthvað. Það er Tormentor. Það ætla að segja Prince of Deia. Það er Prince of Deia fyrir klúbbin. Vill ekki Deia. Nei, ásum hann náðu ekki að drepa Karin, sportin sem minni. Hörðu, það er gate. Já, bara í vistum mig. Já. En allur hérinn mæti með. Bæði Wisdom komin aftur. Það er líka blink örn á þessum Nightwalker, sko. Það er ekki... Hann vantar alltaf mikið upp á það, held ég. Wow. Nei, býtu, hann er settur í kúlu. Hann sleppur samt. Ok, kemst úr, BKB á Deathproved. Hann er í stönnunu. Nightwalker degir. Og Cromwell kemur núna inn. En þau þurfa að passa sig á þessu DP úti, sko. Það gerir helvíti mikinn skaða. Algjörlega. Og Gyron er bara ekki á þeim stað að hann getur lamið eitthvað inn í þetta Pango. Það er líka bara allar þessar árir á Underworld, sko. Þeir gera ekkert á meðan þetta Crimson er og þetta Mech og svona. Hann leiðinni í... Já, hann leiðinni í Gleipni. Fá stærri ring. Ok, hann er að fara í Manta actually á Gyro. Ok. Það er svo sem alltaf lega, hann getur pussa waves með í og bóksa einhver stönn og svona. Einmitt. Já. Hvað er Nightwalker ekki með shardin eða? Nei. Ég held að hann, einmitt. Q PGB bara. Honestly held ég að selja bara þetta örn og reynir að fá shardin og... Já. Og borða einhver creep, sko. Ég held að það var alveg playið, sko. Og svo þessi hitter getur ekki cutta waves eða pussa waves eða neitt, þá bara... Frekar unreliable þar. Já, þetta er svo erfiður Nightwalker-leikur á þessum tímapunkti. 20k lead tæplega og fyrstu rós leiksins. Við erum í 94 win probability á AHI. Holy, sko. Gaben er bara mættur á svæðið og blessa AHI, sko. Sko, já, þetta er búið að flatlæna þarna, win probability. Og flatlæna. God damn. Já. Þeir fá samt 6% líkur, bara sýnist mér sama hvað gerist í þessum leik. Já, sennilega. Það er gate. Rétt svo missa af.
sökk á DP. Stun, já, búið að sökka DP. Já, dímonum DP-ar út, Gyro býta space fyrir 5 minni sína. Eins og það á að vera. Shaman er einhvern veginn ógeðslega low, ég veit ekki alveg. Var hann á staðnum í þessu fight eða var hann bara að farma Ancients? Ég verði að viðurkenna, ég misti því, sko. Og svo hvað er... Pangoinn er að fá eitthvað á kurðinu sínum, ég býst betur eftir að sjá hvað það er. Já, blinkinn, ok. Blinkinn, ok. Making moves. Gefum Óraunhökkunum svona 40-50 mínútur viðbót. Já, bara eins og við gáum AHI á hann. Dire's top tower is under Gyro og attack. Pango geta þá alveg dælt út einhverju damage, sko. Já. Bóna Nightstalker eitthvað online, kannski einhvern Já, hann verður að fá hann að sjart heldur, sko. Ég held það líka, sko. Ég held að myndi fá BKB sinn á sama tíma og væri að fá hann að þeir skipa sjart, sko. Nema hann fær actually fleiri creep og meira XP með sjartunum. Dire's top tower is under Meira attack. sustain. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Já, það er Aegisinn á Death Prophet og þeir eru að pusha bara 2 lane á sama tíma. Það er bara pressa. Meira. Ok, blinkar inn. Er að tanka spella eða Nightstalkerinn, ok. Nú er slökk honum. Nærða björgunum. Úlí, maður armiður sér bara að deyja. Nei, hann deyir samt. Já, það er samt. Ok, ekkert Death Prophet út samt og ekkert Lich ulti. Nei. En þeir eiga drega samt sem aður. Þannig að þeir gæti alveg halda áfram pressu Já. með dreganum. Ég held að hann sé ekkert að fara að falla. Dire's top tower is Mér finnst under mjög attack. ólíklegt. Dire's top tower is falling. Annað kemur Blinkinn góður. á Sekkur, DK. Sæðprins, rétt sleppur, eða Ég hvað? hleypur út. Það er Pango rúlið hérna, ok, það er búið að hægja á DK-num, hann er hálft HP. En þeir eiga bara ekkert í tankinum, sko. Miður. DP-in er brjálu. Shaman er fallinn aðlíkindum, eða hvað? DP-in er samt kominn smá djúpt. Nei, hann er líka með 80 senda. Já, bæbæk og dímon. Bæbæk á sjátaldímonina, Pango undir. Já. Radiant's bottom barracks has fallen. Já, þetta lítur ekki frábælega út fyrir Nei. nakkamenn. Maður sjá. Náður Það er DK, DK. Pango bæir. Eru svo low. Þeir eru svo low. Low er low. Crimson er búið samt. Low er fallinn. Hann er samt að respawna mig Já, hann er að fara að koma inn. Byttu. Tilbaka. Þeir fundu DK-in, ok. Það var huge. Byttu, lemjan. Low er low. Er þeir að fara að ná low eða? Já. Þeir ná honum. Vá. Og klarað ég aðeins líka á weaveunum. Ok, við erum með mögulega með leik. Erðu. Vá. Byttu, Save. og hann bjargar næst okkur. Gott save, maður. Vá, maður. Fær mega kill á QD líka. Það er eitthvað, sko. Ok, treyta þessu fyrir Rax, það er bara allt í goodie held ég, sko. Já. 5k 5k swing. gold swing. Næst í 9k. Okay. Og Gyroin fekk mest af gullinu, sko, og Nightstalker fekk XP. Þetta er bara Þetta er eiginlega bara það sem þeir þurftu akkurat þarna, sko. staðgreiði bara BKB á Gyro. Held hann hefði samt örugglega átt að fara í eitthvað meira riski, sko, datalus eða eitthvað. Ég held að þú verður að taka séns til að... Já, þegar þú ert komin í þessa stöðu þá er þetta eiginlega bara svona... Já, ég held að þú verður að taka meiri sénsar. Já. En þetta er svo sem líka allt í lagi, hann lifir náttúrulega aðeins lengur af og svona. Jú. En þá bara 6.94, sko, ég held að, já, Gaben sá hvernig þessi leikur var og hætti bara að reyna að reikna þetta, hann bara... Gafst bara upp. Það er búið að fixa þessi gildi. Þannig það er smók í gangi hjá rauðsnökkunum. Já, hvað er Pango með núna? Ok, er að safna... Já, hann ætlaði þurft að bæja, sko, safna sér fyrir Axe. Það er eitthvað að gera stopp. Lichen deyr, ok, finna hann. Nota BKB einsa. Pango inn. Byrjar að rúla helviti langt í burtu. Nær samt að catcha upp á Underlordinn. Hann er að rúla. Þarna kemur Death Prophet samt blinkar inn í miðuna. Þeir eru að reyna að klára Underlordinn. Underlordinn samt hleypur bara út. Hann sleppur. DK-n snýr sér við. Hann fellur.
hann gerir svo mikið damage. Næstorkar eru samt að koma inn. Já, Báðir dýmbatinn líka. supportarnir, báðir supportarnir döðurinn hjá óriðnökkunum. Þeir halda það fram. Og þeir finna Gyro mögulega, hann á Fanta. Nei. DD og Íverðum aðeins. Já, vá maður. Underlordin liði þetta bara af, fór í base og kemur sér inn. Já. Og það er Axe á Weaver, vá. Já. Inspired by Smörker hérna daginn. Og já, Kaja Samson á DP líka. Já. Þetta er þá væntanlega næsta Rax, þeir eiga Glyph en... Já. Ég veit sem ekki hversu mikið þið getur gert. Gyro, 20 sekundur. Nei, Er það engin mynd á Osmo? Er hann of myndalegur þess að vera með myndi? já, hann er of myndalegur sko. Hann er of awesome sko. Hann er of awesome. Það er ekkert annað. Bjartur ekki með mynd heldur. Jú, hann er of low bara, hann komst ekki inn í ramman sko. Já, 1 Rax eftir hérna, óriðnakkarnir. Ég veit ekki alveg hvað óriðnakkarnir getur gert. Nei, þeir eru reynist Þeir eru bara- Tango er Er hann out? hann er, já, hann er að rúlla og lappa, hann er með eitthvað alvöru stél í Já, gangi sko. what the... Þetta sem maður ekki... Ég hef ekki séð þetta. Þessi frakkar sko. Já, hvað er Gyro að fara í? Er hann að fara bara í teikutu? Hann ætlar í allan að... Ok, ætla að reyna aftur við Underlordi. Lítið betur út núna. Já, DP er lengst í burtu sko. Já. Getur hendur gate fyrir DP? Nei. Hann lappa bara út úr sig og þarna er risa litur. Það heldur áfram. Bounceið. Þetta var safe. En að half. BKB líka á Gyro sko. Já. Ó nei. Næstorkurinn fellur hérna. Eða Eða hvað? Jú, Jú, hann er fallur. Litchin aðeins að sjúga, já. Shadow Demon helviti kaldur hérna. My man! Rölti bara burt. Já, ok, þetta var worth, ég segi það. Já. Að kaupa tíma sko. Kaupa tíma. Á meðan var Gyro að lemja creeps. Já. Litchin, Axin. Bjartur vill klára hennan leik. Já, hún langar heim. Vá. Hvað er deitalus á DK eða? Já, það ekki. Já, allan að baby critið. Allan að baby critið, já. Þetta eru svo sannarlega Megas. Já. Og 30k gold lead. Góða Gyroinn. Ok, Gyroinn er svolítið að lemja frá sér. Herðu. DK er orðin low, DK fellur. Vá. Low er low, Trommel á leiðinni. Náði ekki að bjarga honum í tæka tíð á Weaver. Hann á ennþá últið sitt. Bjartur bakka bara út. Oh my... Býtuð að búið að sökka Litchinum. Það er bara... Það er búið að bjarga Litchinum. Ambulance, but not for me, segir Viki. Já, sem hann lappa Viki út. Flott. Nei. Það hlýtur að fellur, það hlaut að vera. Fellur, ok. Æbaka á Shadow saman. Býtu, hvað er Underlordin? Underlordin er þarna að valda usla. Það er bara að mæta. Oh my... Pangoinn, sko. Hann á roll up. Ok, kemst út úr öllum þessum rútum. Og dæbak hérna á Shaman. Gyroinn er... Já, hann er að safna í krytti. Ég held að þurfum nú allan að byrja að kaupa sér bara baby krytti. Já. En, þetta er samt... Mótið Megas, það lítur ekki frábælega út fyrir okkar menn í óriðnakkanum. Gyroinn er samt nummer 2 í networki, sko. Hann er að gera góð hluti, sko. Ég held bara, leinin fór bara aðeins og illa fyrir næsturkinu, sko. Ef þeir hefðu verið með
svona eðlilegur offline sem að þarf ekki að eiga svona, þú veist, góðan leik til að eiga mikið impact. Það þetta verið tölur skárra heldur. Algjörlega. Eins og Darkseid í síðasta leik eða eitthvað eins og, já, Underlord eða eitthvað svona sem að... Smá meira presence frá offlineinu bara. Já, bara eitthvað sem getur push a wave og lifir aðeins meira af, sko. Maður vill, held ég, oftast pikka þannig hetjur þegar þú ert að pikka blind, sko. Já. Komin aðeins og sjáðu. Já, hann bara verið hex á komin. Íver. Það hex á Íver, já. Lotus á Underlordunum, hann bara bara óra bild. Það er farið í, já, næstu komið Ástarín á DP hérna. Taka vantilega bara hennan Aegis og enda leikinn. Já, þetta er leikinn 27k gold lead. Kemur allan á óvart ef þið myndi ekki bara að reyna að GG þetta núna, sko, eftir þessu. Nei, Óriðnakarnir kláraða leikinn, sko. Þeir geggið ekkert út. Nei, ég var svo sem ekki meina það, heldur. Ég er heisa ef að, já, AHI myndi ekki bara að reyna að keyra á þetta, klára þetta. Jú, mitt, já. Sýnist það. Já, Gyron er að fara Rapier, ok. Let's go, sko. Let's go. Hann þarf 2 mínútur viðbót. 2 mínútur viðbót. Segja bara, pása leikinn og segja AHI aðeins að bíða. Bara verra, sko, þegar Megacryptsur virðir svo lítið gull, sko. Já. Hann er ekki að fá mikið þarna. Nei, því miður. Held að komist ekki í Rapierinn, það er því miður bara mínútu og setja þarna, sko. Ekki nefn hann selja einhver items. Getur selt náttúrulega Vondin og Branchi þarna. Já. Næstflokkur úti, kemur út. Pangoinn er aftur í animation krísu. Ekkert follow-up samt. Úra hoppar inn, Pangoinn líka. Gyron er að lemja inn í þetta. Oh my. Úra fellur. Þetta er samt svo underwhelming, sko. Þeir eru svo mikið eftir á. Já, samt. Það skiptir bara eiginlega engum máli. Fellur á Gyron. Triple kill á Osamo. Og mér sýnist þessi leikur vera búinn. Þannig að AHI tekur þessa seríu 2-0. Það Eða hvað? Ekkert annað. Jú. GG. GG well played. Já, AHI Sports eiga hérna mjög góðan leik 2 eftir æsisbandin leik 1. MVP, hvað finnst þér? Ég hættast að Bjarti, sko, low. Já. Ég hættast að standa sér fáránlega vel á leininu og þú veist, hann gerir mjög góð hluti early, komið alveg bara valtinn á stað, sko. Já, ég er alveg sammála því. Ég held hann og líka Serperinn, sko. Líka góður en... Já, nei, mikið honum 2 MVPs í rauðum. Nei, Bjart var alveg klólaði. Líka grunar að Bjartur hafi örugglega kólað þetta DP pick og svona, þannig að... Sennilega. Já, Bjartur MVP leik 2. AHI Sports tekur þessa seríu 2-0 og fær sinn fyrsta sigur í mótinu hingað til. Óriðnakarnir þurfa að bíða aðeins lengur með það allavega. Já, allan í bili. Það minnir náttúrulega á að riðlakeppnin er þannig að öll lið spila við hvort annað tvisvar. Þannig að þessi lið munu mætast aftur örugglega eftir 4 vikur eða eitthvað, 3-4 vikur. Óriðnakarnir koma. Já. Nú er að tala saman, sko. Sá mann, maður. Sest ekki alveg í bísepinn? Nei, vantar bísepinn, sko. Katta bísepinn. Maður finnur fyrir árinu frá bíseppinum samt, sko. Bara give me my Fresh Prince back, sko. Já, þarna. Molnun, sko. Þetta er ekkert annað, sko. Já, en vonandi koma Óriðnakarnir aðeins sterkar inn í næstu viðureign allavega. Já, þeir áttu nú helviti góðan leik. Mjög góðan fyrsta leik, sko. Náðu ekki alveg á lokana, þeir kannski taka einhverja greiningu. Já, fara aðeins yfir leikinn og... En þetta lítur alveg svona mjög típist út fyrir, já, fyrir það svona leik sem fór þarna svona. Já, þetta er nákvæmlega hvernig þú vilt að, þú veist, DP og DK draft fer, sko. Já. Og bara hægt og rólega ert að safna þér, þú veist, objektífum á mappinu. Já, Bjartur búinn að vera efstur á netúrtan allan tíman, sko. Já, bara enginn hálstónu, sko. Frábælega að spila hjá honum. Mjög flott, sko. Já, ég held að við þökkum þá bara fyrir áhorfið í bili. Já, lítið annað að segja, sko. Þakka þér, Björgvin, fyrir að kasta með mér. Ég er bara, takk fyrir að bjóða mér. Þetta var gaman. Og við sjáumst þá bara í næstu útsendingu. Takk í dag.
Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt Booth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt Booth Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.